Þetta kallar allt á samstarf þjóða, því þessi verkefni eru sameiginleg. Við viljum einnig halda þetta málþing til að undirstrika mikilvægi landhelgisgæslu Íslands í þessu starfi. Það skiptir okkur öll máli að landhelgisgæslan sé sterk og vel búin til að takast á við þessi krefjandi verkefni. Sérstaklega nú þegar við stöndum frammi fyrir auknum fjárfestingum í tengslu við öryggis- og varnarmál. Þessu málþingi er einnig ætlað að varpa ljósi á mikilvægi norðurslóðanetsins og þeirra sérþekkinga sem er búið að byggja hér upp á Akureyri og á Norðurlandi. Það skiptir okkur máli að á Íslandi sé svona sterk og viðamikil þekking á þessum málaflokki. Hér er mjög öflugur hópur fræðafólks og sem gegnir lykil hlutverki ekki bara fyrir þetta svæði heldur fyrir landið allt. Síðast en ekki síst þá verður hér fjallað hraðar breytingar á fjarskiptatækni og áhrif þessara breytinga á leit og björgun á komandi árum. Og að því sögðu þá vil ég biðja Friðrik Þórisson að koma hér upp og taka við fundarstjórn næstu klukkutíma. Friðrik. Kæra þakkir Davíð og góðan daginn öll sömul, bæði þið hérna sem eru komin í sal og þið sem eru hér á netinu og kæra þakkir fyrir að taka þátt í þessu merkilega viðburði þar sem við ræðum stöðu og þróun viðbúnaðar, leit og björgun á bæði Íslandi og á norðurslóðum. Friðrik Þórsson heiti ég og ég verð fundarstjóri ykkar hér í kvöld, síðdeginu og starfa sem verkefnastjóri Norðurslóðanets Íslands og auk þess er ég einn af meðskipuleggjendum þessa viðburðar ásamt þá Varberg, Háskólans á Akureyri, Landhelgisgæslunnar og Dómsmálaráðuneytis Íslands. Hlutverk okkar hjá Norðurslóðanetinu endurspeglast vel í efninu í dag þar sem við stefnum á að miðla þekkingu, efla umræðu og tengja saman sjónarhorn málefni sem varða bæði Ísland og norðurslóðir. Og í dag fáum við að heyra af nokkrum helstu sérfræðingum okkar á sviði leitarbjörgunar, viðbúnaðar og öryggis sem munu varpa ljósi á þróun mála og þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir hér á norðurslóðum. Að praktískum málum þá fylgir kynningum síðan 10 mínútna færi fyrir ykkur hér í salnum til þess að spyrja spurningar. Og þá mun ég varpa þessu fyrirbæri hér á ykkur og þetta verður þá tengt og þið getið þá spurt. En það er nauðsynlegt að þið svarið í boxið svo að fólkið í streyminu heyri ykkur. Sömuleiðis bendi ég fyrirlesara á að tala í mikrofónin vegna þess að þó það heyrist vel inn í sal þá er mjög mikið af fólki á netinu sem er að hlusta líka. Við tökum síðan stutta kaffipásu þegar við nálgumst miðjan fund sem er 10 mínútur og þetta gerist korter í 3 áður en dagskrá heldur áfram. Síðan lýkur fundi klukkan 5 og þá vil ég bjóða okkur velkomin í móttöku sem haldin verður borð í varðskipinu Þór við Oddeyrarbryggju klukkan 5:30. Og þá vinsamlegast vil ég benda á að það tæki rúmlega kort til að komast á þann stað. En til að tefja þetta ekki frekar þá vil ég hefja formlega dagskrá með því að bjóða hæstvirtan dómsmálaráðherra okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur hingað upp til að opna fundinn með því að segja frá forgangsmálum ríkisstjórnarinnar varðandi viðbúnað, tækniframfara, alþjóðlegt samstarf og ekki síður hernaðarlegt mikilvægi norðurslóða. Gjörðu svo vel. Kæra þakkir. Þetta var nú býsna stór hattur á forgangsmálunum sem þú taldir upp, en ég mun gera mitt allra besta. Mig langar til að byrja á að nefna hvað ég er ánægð með þetta sameiginlega framtak Varberg og svo hlífi ykkur við því að telja upp alla hina samstarfsaðilina en við halda fund sem þennan og hér á Akureyri. Það skiptir máli. Þannig að það er mér mikil ánægja að vera hérna með ykkur í dag. Umræðuefni, ég held að þurfa ekki að útskýra það fyrir því fólki sem hér situr að það er gríðarlega mikilvægt og það er gríðarlega mikilvægt akkurat núna. Norðurslóðir þær eru að breytast hraðar en áður og nýtt öryggisumhverfi er sannarlega að skapa nýjar áskoranir. Við erum að tala um ábyrgð og eftirlit, við erum að tala um leit og björgun og þessi verkefni eru ekki lengur afmarkað viðfangsefni
heldur algjör lykilþáttur í öryggi og viðbúnaði Íslands. Því þetta átta við ríki á þessu svæði en ekki síst við Ísland sem ber ábyrgð á víðfeðmu leitar- og björgunarsvæði á Norður-Atlantshafinu. Landhelgisgæsla Íslands með það leiðir af sjálfu sér, gegnir þar algjöru lykilhlutverki. Bæði við löggæslu og eftirlit á hafinu. Íslenska þjóðin held ég beri síðan fyrst og fremst taugar til landhelgisgæslunnar sem skorar ævinlega og alltaf hæst allra íslenska stofnana þegar spurt traust og vinsældir. Íslenska þjóðin ber taugar til landhelgisgæslunnar vegna alls þess sem hún hefur gert fyrir okkur í tengslum við leit og björgun. En hlutverki hvað varðar löggæslu og eftirlit jafn mikilvægt. Við tölum löggæslu, við tölum eftirlit, leit og björgun, stuðning við almannavarnir og svo veigamikið hlutverk hvað varðar sjúkraflug. Og landhelgisgæslan lykilþáttur í því að byggð haldist í landinu þegar að tala aðgengi íslensk almennings og almennings á Íslandi að heilbrigðisþjónustu. Reynsla og þekking landhelgisgæslunnar hornsteinn í okkar getu til að bregðast við á norðurslóðum. Landhelgisgæslan og hennar mikilvæga hlutverk við leit og björgun stór hluti af því sem mikilvægt verkefni á Íslandi í dag og allan heim. Og þar ég að tala viðfangsefni sem kemur upp á ráðherrafundum Norðurlandana, Evrópuríkja, þegar ráðherrar almannavarna hittast og þetta nú sumstaðar sérstakt ráðuneyti, viðfangsefni efla áfallaþol. Þol Íslands fyrir áföllum, það viðfangsefni að geta tekist á við áföll, brugðist við þeim og haldið síðan áfram. Seiglu samfélagsins kannski á hreinni íslensku. Þannig það nauðsynlegt í öllu samhengi hlutana að við séum að ræða öryggismál Íslands í dag og með öðrum hætti en við höfum geta sloppið við að gera á liðnum árum. Við þurfum að opna augun, við þurfum að meðtaka það sem við sjáum að að gerast og við þurfum að bregðast við breyttum veruleika blákalt. Við getum ekki lengur bara talað út frá því sem við viljum að staðan sé. Umræðan hér í dag snýst raunverulegar áskoranir, hún snýst aukna umferð á hafi og lofti, hún snýst nýjar tegundir öryggisógna og atvika og breytt heimsmynd sem getur haft áhrif á samstarf og viðbrögð. Við sjáum, og þetta mjög skýrt í allri vinnu í dómsmálaráðuneytinu, aukna hættu af svokölluðum fjölþáttaógnum. Fyrir mig sem mjög með hugann við skipulagða glæpastarfsemi, þá sláandi þar að landamæri glæpa, hópa og óvinveittra ríkja horfin. Og þetta þurfum við líka að meðtaka. Borgarlegir innviðir í þessu hlutverki, þessari stöðu sem við í dag gegna auðvitað lykilhlutverki. Þeir eru hryggjarstykkið í almannavörnum, öryggi landsins og áfallaþoli. Einfaldlega fyrsta lína varnar. Nýverið fóru bandarískir her og strandgæslumenn borð í olíuflutningaskip 200 kílómetra fyrir suðaustan Ísland og landhelgisgæslan hafði fylgst með ferðum skipsins. Þess vegna snýst þetta viðbúnað og þetta snýst getu til að bregðast hratt við þegar á reynir og þetta snýst að byggja upp kerfi sem standast álag. Borgarlegu innviðir eru innviðir sem þjóðin treystir og þekkir og við munum treysta á við áföll. Það eru þeir sem bregðast fyrst við þegar á reynir. Þetta landhelgisgæsla, þetta löggæslan í landinu, þetta ríkislögreglustjóri, almannavarnir, þetta stóraukið hlutverk Sertis, þetta eru björgunarsveitirnar okkar, þetta og heilbrigðiskerfið. Þannig við eigum að halda áfram að efla þessa innviði markvisst því þeir eru grunnir að öryggi og áfallaþoli samfélagsins. Engin þjóð ræður við þessar áskoranir ein og sér. Það blasir við og það á vitaskuld við Ísland. Leit og björgun á norðurslóðum byggir í eðli sínu alltaf á alþjóðlegu samstarfi, á trausti, á samhæfingu og vilja til aðstoðar. Evrópa núna að bregðast í nýjum heimi og efla öryggi sinna þjóða og það rétt og það tímabær áhersla og Ísland mun taka þátt í þessu verkefni. Í þessu sambandi langar mig að nefna nýlegt dæmi sem jákvætt fyrir Ísland varðandi leit og björgun. Nýverið gerðist Ísland aðili að 2 stórum áætlunum Evrópusambandsins
varðandi örugg fjarskipti gervihnatta. Það leiðir til þess að Ísland hefur núna formlegan aðgang að 2 gervihnattakerfum Evrópusambandsins sem ætlað að styrkja fjarskiptaöryggi, til dæmis almannavarna og landhelgisgæslunnar. Hér fáum við aðgang að öruggum samskiptaleiðum og þetta auðvitað eykur getu og varnir Íslands til leitar og björgunar og tryggir varaleiðir. Íslendingar hafa gætt að hagsmunum sínum og fullveldi á hafsvæðinu umhverfis landið með fullum þunga og með eftirtektarverðum árangri í gegnum tíðina. Þar hefur Landhelgisgæslan gegnt lykilhlutverki. Landhelgisgæslan er 100 ára í ár. Stofnuð árið 1926 þegar að ríkissjóður eignaðist varðskipin Þór og Óðinn. Og við ætlum að fagna því afmæli í Vestmannaeyjum 1. júlí næstkomandi. En ég er svo veisluglöð að ég vil að þjóðin fagni afmæli Landhelgisgæslunnar allt þetta ár. Og við rifjum það upp, einmitt á þessum tímum sem við lifum í dag, hvers vegna Landhelgisgæslan stendur hjarta okkar nærri og hvers vegna hún er svona mikilvæg og hvers vegna það er full ástæða til að halda áfram að efla hana nú á þessum tímum. Ísland gegnir mikilvægu hlutverki sem snýr að eftirliti, sem snýr að leit og björgun á norðurslóðum og við tökum þessu hlutverki okkar alvarlega. Þetta hlutverk byggir meðal annars á alþjóðlegum samningum og samvinnu við okkar helstu samstarfsríki og við vitum að aðrar þjóðir treysta á þekkingu Íslands hér og reynslu á þessu víðáttu mikla og krefjandi hafsvæði. Að undanförnu hafa verið stigin ákveðin og mikilvæg skref til þess að auka getu Landhelgisgæslunnar til þess að sýna þessu brýna hlutverki. Og ég vil leyfa mér að nefna hér að ríkisstjórnin lagði strax á sínum fyrstu dögum eða fyrsta ári getum við sagt, Landhelgisgæslunni með varanlegum hætti til 1,3 milljarða króna aukalega í fjárveitingar. Þetta var gert með síðustu fjármálaáætlun, þetta er varanleg aukning sem raungerðist í síðustu fjárlögum. Það munar þessar fjárhæðir og hún speglar pólitískan vilja. Ég vil líka nefna að raun eftirlit með eftirlitsflugvélinni TF-SIF hefur verið stóraukið hér við land að undanförnu en flugvélinni hefur aldrei verið flogið meira yfir Íslandsmiðum en í fyrra frá því vélin kom til landsins 2009. Þá hefur orðið vart við aukningu í sendingu falskra staðsetningamerkja skipa innan íslenska leitar- og björgunarsvæðisins, það sem oft er kallað spoofing er mér sagt, en meðal annars vegna þessa er mikilvægt að auka eftirlit enn frekar. Við höfum líka fjárfest í aðgerðabátum sem hægt er að sjósítja hvar sem er á landinu og þessir bátar geta aukið getu gæslunnar til að bregðast hratt við atvikum sem upp kunna að koma nálægt landi. Bátarnir eru keyptir með styrk úr landamærasjóði Evrópusambandsins, líkt og 4 landratsjár sem staðsettar verða í hverjum landsfjórðungi og gert er ráð fyrir að teknir verði í notkun síðar á þessu ári. Þær munu nýtast við landamæraeftirlit auk þess sem þær munu gagnast við eftirlit með fjarskiptaköplum og við almenna löggæslu á hafinu. Jafnframt hefur viðhaldsgeta flugdeildargæslunnar verið bætt sem ætlað er að auka viðbragðsgetu þyrlusveitarinnar á hafsvæðinu umhverfis Ísland. En ég vil líka hér nefna framtak Slysavarnafélagsins Landsbjargar en þau hafa unnið þrekvirki við endurnýjun björgunarskipaflota félagsins vítt og breitt landið sem hefur aukið öryggi sjófarenda til muna. Samstarf Gæslunnar og Landsbjargar hefur alla tíð verið bæði farsælt og öruggt og það netöryggistækja sem finna má umhverfis landið er sjómönnum þessa lands lífsnauðsynlegt. Framlag Landsbjargar til öryggis sjófarenda er þannig okkur öllum ómetanlegt. Ég er hérna búin að nefna nokkur nýleg dæmi aðgerðir stjórnvalda til að efla getu Íslands til leitar og bjargar á norðurslóðum en ég vil líka nefna hér sérstaklega atriði sem varðar fjarskiptaöryggi. Aðgengi að öruggu fjarskiptakerfi er auðvitað forsenda fyrir því, algjör forsenda fyrir því að almannavarnir og leit og björgun geti sinnt hlutverki sínu. Við vitum að tetrakerfið, svo ég orðið það nú snyrtilega, er að úreldast og að þörfin fyrir nýtt kerfi er mikil og þeirri ástæðu hef ég ákveðið að setja saman starfshóp málið sem á að kortleggja næstu kynslóð fjarskiptakerfis fyrir öryggis- og neyðarþjónustu þjóðarinnar.
Í hópnum munu sitja fulltrúar frá innviðaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu, neyðarlínu, Faræs, ríkislögreglustjóra og utanríkisráðuneytis. Þessi hópur mun síðan hafa samráð við sérfræðinga og hagaðila og þetta er mjög brýnt verkefni og nauðsynlegt til að móta skýra sýn til framtíðar. Að lokum þetta, nýlega samþykkti Alþingi stefnu í öryggis- og varnarmálum og ég er mjög ánægð með það nefndarálit sem að utanríkismálanefnd skilaði í því máli og ég fagna því sérstaklega að allir flokkar á Alþingi Íslendinga samþykktu þessa stefnu og stóðu saman að henni. Það skiptir máli á tímum sem þessum að þingið sé sameinað það hver sýnin er. Ísland hefur alla tíð haldið fast í þau grundvallagildi sem einkenna framsækið og frjálslynt samfélag. Með þessum gildum okkar hefur Íslandi tekist að búa til verðmæti og velferð fyrir Íslandinga. Hvoru tveggja, verðmæti og velferð. Þessi gildi eru ekki sjálfgefin, þeim þarf að viðhalda og minna sífellt á mikilvægi þeirra. Ég sem ráðherra almannavarna mun síðan vera óþreytandi því að tala þriðju stoðuna sem er öryggið. Það er nauðsynlegt núna að vera framsýn, það er nauðsynlegt að horfa á heiminn eins og hann er en ekki bara eins og við viljum að sé. Og við verðum, það er ábyrgðarhluti að tala fyrir því núna, við verðum að styrkja öryggi okkar og varnir, efla okkar innviði og auka alþjóðlegt samstarf og þannig getum við haldið áfram að verja íslensku gildin okkar verðmæti, velferð og öryggi og friðsælt samfélag sem við búum á hér á landi. Takk kærlega fyrir þennan fund. Ég get því miður ekki notið hann alls því ég þarf að þjóta á annan. Kæra þakki fyrir það, Þorbjörg. Næst vil ég bjóða Þorláki Einarssyni hingað upp á svið. Hann Þorlákur er sérfræðingur skrifstofu alþjóðapólitískra málefna í utanríkisráðuneytinu og starfar einnig sem staðgengill yfirmanns Íslands í Norðurskautsráðinu. Og hann mun fjalla nýjar siglingaleiðir í norðurljósum í ljósi loftslagsbreytinga og þau tækifæri en ekki síður aukna spennu sem þeim fylgja. Gjörðu svo vel. Alltaf gott að stilla tíman, svona maður viti hvað maður er búin að tala lengi. Já, ég vil þakka Varbergi fyrir að hafa boðið mér til þessa fundar og eins að hann sé haldinn hér á Akureyri sem náttúrulega skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland allt eins og Davíð kom inn á sem miðstöð norðurslóðarannsókna á Íslandi. Þannig að það er alltaf gott að halda þessu til haga við öll tækifæri að starfið sem fer fram hér skiptir Ísland allt mjög miklu máli. Ég sem sagt fékk það hlutverk að lýsa siglingaleiðum á norðurslóðum og ég ætla að taka þetta þannig að setja svolítið sviðið, frekar að kasta fram spurningum inn í salinn til að pæla í og þannig að það svona þrói það samtal sem svo síðan verður í dag að því að hér eru margir góðir sérfræðingar í herbygginu og margir munum taka til máls í dag. Ég ætla bara aðeins til að byrja þá ætla ég að sýna ykkur þetta er nýlegt kort, mér er að gefa þetta fysiskt frá Heimskautastofnun Noregs, þið sjáum við merkið þarna efst og þetta er mjög flott kort og ég veit ekki hvort þið fatti hvað vantar á kortið en ég skal svara því bara og það vantar náttúrulega allan ís og ég vona að þetta sé nú ekki einhver hryllingssýn, þetta er náttúrulega bara til að gefa skýra svona landfræðilega sýn á landsvæði sem er á norðurslóðum en enga síður er það eru svona ákveðnar forsendur sem menn eru að gefa sér við þróun siglingaleiða á norðurslóðum og þær eru þær að ísinn muni halda áfram að bráðna og hopa sem muni opna á möguleika frekari siglinga á norðurslóðum og auðlindanýtingar og þetta er náttúrulega
umræða sem ekki alveg spán í. Þetta búið að vera einhverja 2-3 áratugi verið mikið talað bæði auðlindanýtingu og siglingaleiðir en þróunin virðist ekki vera að fara á hinn veginn. Það að segja bráðnun ís heldur áfram og því eðlilegt að þetta sé ennþá svona hátt á lofti. Ég glöggir áheyrendur í dag munu kannski taka eftir því að ég mun lítið koma inn á hluti eins og leit og björgun, til þess eru aðrir í salnum og eins eru ýmsir aðrir hluti sem ég mun ekki ræða og það eru til dæmis eins og ferðir skemmtiferðaskipa á norðurslóðum og ég mun ekki ræða umhverfismál og áhrif skipaferða á umhverfi norðurslóða og svo mun ég í rauninni ekkert koma inn á málefni sem kannski stendur Íslandi næst og það eru ferðir fiskiskipa því það náttúrulega brýnt hagsmunamál Íslands og hvernig það snertir leit og björgun. Og þá má spyrja af hverju ég hingað komin ef ég ætla ekki að tala neitt, en jú, ég ætla að tala heilmargt. En kannski bara aðeins að segja frá sjálfum mér að eins og kom fram í kynningunni þá vinn ég í málefnum norðurslóða í utanríkisráðuneytinu og að auki vinn ég líka mjög mikið í málefnum Kína eins og kannski þið munu heyra síðar í fyrirlestri mínum. Það sem ég langar til að gera er að mér langar til að lýsa siglingaleiðum á norðurslóðum, sérstaklega þeim siglingaleiðum sem mest rætt og svo langar mér til að tala þær geopólitísku forsendur sem liggja baki hverri siglingaleið. Svo langar mig að koma aðeins inn á samstarf Rússlands og Kína í þróun norðursiglingaleiðina því að það er kannski það sem skiptir hvað mestu máli og svo langar mig kannski framhalda því að ræða örlítið hernaðarsamstarf Rússlands og Kína og þá langar mig líka kannski að kasta fram þeirri ógn sem snertir okkur hver hinn raunverulega hernaðarlega ógn á norðurslóðum. Stór spurning. Og að síðustu vil ég langar mig að opna umræðuna á fýsileik siglingaleiðina. Er það sem við erum að tala í dag óhjákvæmilegt? Er þetta bara að fara að gerast? Er þetta bara bein afleiðing af bráðnun ís að við hljótum að fara að sigla þessar siglingaleiðir? Og ég vil kannski halda þeirri spurningu pínu opinni. Ég ætla aðeins að sjá hvort það eru Friðrik, það kom ekki glærurnar kannski eins og það ættu, heldur bara myndirnar á glærunum. Mér langar að það er ekki með texta. Já, er ekki nótur hérna niður í þetta það? Já. Speaker notes. Já. Já, eins og ég sendi. Kamera, speaker, user preview, það. Þessu. Já, herðu, það er maðurinn það í bak við skjáin, það er draugur í tækinu. Okay. Glærarnir sem verið með er ekki... Hvað segirðu? Glærarnir sem verið með er ekki með nótur. Þú sendur með nótur. Já. Allt er gott. Herðu, ég hlýt að pluma mig. Þið fáið bara myndirnar. Mér langar þá kannski aðeins að lýsa siglingaleiðunum. Það er sem sagt, það er norðursiglingaleiðin og það er einna mesti áhugi á þessari siglingaleið og þið sjáuð hana rauðmerta og það er hérna talið að mögulega geti þessi siglingaleið stytt leiðina á milli Asíu og Evrópu og í framhaldinu Norður-Ameríku þriðjung og geti þá með í fyllingu tímans gert flutninga milli heimsálfanna bæði hraðari og ódýrari. Það hefur nú verið siglt á þessu hafsvæði langan tíð, allan allt frá tímum seinni heimsstyrjaldarinnar og hún hafði allan að hluta mjög mikið efnahagslegt vægi fyrir Sovétríkin sálugu og svo Rússland í kjölfarið. Og
af þeim siglingaleiðum sem ég mun ræða í dag er hún líklega svo hagkvæmasta af þeim öllum þremur og sömuleiðis býr hún við bestu innviði í þeirri merkingu líka að jafnvel þó að það sé mjög strjálbýlt á norðurslóðum Rússlands að þá búa þá til dæmis í Evrópuhluta Rússlands 2,5 milljónir manna og þar eru hafnir og annað slíkt og svo mun ég koma aðeins að innviðauppbyggingu þar. Og ég bara það nú kannski best að taka það strax fram að þetta er siglingaleið sem bandalagsríki Atlantshafsbandalagin hafa lítil eða engin áhrif á umsvif og stjórnun þeirra eðli málsins samkvæmt. Forsenda, ég kasta því fram að forsendi velgengni hennar eru þó góð samskipti við Evrópu og Norður-Ameríku. Í merkingunni eigi hún efnahagslega ganga upp þá hún að sjálfsögðu til þess að mikið til að koma varningi til og frá mörkuðum í Evrópu, Norður-Ameríku og reyndar víðar en það náttúrulega segir sig sjálft að ef allt í bál og brand milli Rússlands og Kína og svo kannski vesturvelda þá meikar þessi leið minna svona efnahagslegan sens. Svo það norðvesturleiðin sem blálituð þarna og hún ég kalla hana illfæra siglingaleið milli Atlantshafs og Kyrrahafs sem þræðir að mestu meginland Kanada og eyjar norðurslóða Kanada. Roald Amundsen talinn svona fyrstu manna hafa farið hana almennlega og það var árið 1906 þó að það sé nú ekki farið alveg í kjölfar hans í dag. En sú ferð tók 3 ár og hann kvartaði mjög mikið undan því að hún hafi verið mjög óhentug af því að víða var mjög grunnt og það á nú reyndar við enn á mörgum stöðum. Hún flókin til siglinga og það nú eru líka það eru deilur enn varðandi þessa siglingaleið á milli Bandaríkjanna og Kanada. Það að segja Kanada skilgreinir þessa leið sem innhaf sitt meðan að Bandaríkin halda því fram að þetta sé alþjóðleg siglingaleið þar sem hún tengi saman landamærasvæði Bandaríkjanna, það er að segja meginland Bandaríkjanna og svo Alaska. Og þetta hefur ekki verið leitt til neinna lykta, mér vitandi. Og það náttúrulega skortir mjög verulega á alla innviði á þessari leið og hvort sem horft til djúpsjávarhafna, vegakerfis eða þá getu til leitar og björgunar. Og það kannski gott að nefna það hér að Kanada hefur birt nýja mjög metnaðarfulla stefnu í málefnum norðurslóða og ef maður les hana, hún er mjög mikið svona fullveldismál hvernig þeir ætla að eyða peningum í rauninni í norðurhéruðum ríkisins. Það eru náttúrulega mikið til varnarmála. Þetta 6,6 milljarðir dala sem eru eyrnamerktir varnarmálum á norðurslóðum og til innviðaruppbyggingar þeim tengdum. Og ég held að það sé óhætt að segja að innviðaskuld stjórnvalda í Ottawa gagnvart norðurslóðum mikil og það verður líka mjög forvitnilegt að sjá hvernig þessu miklu fjármunum verður varið til uppbyggingar á norðvesturleiðinni. Af því að eins og menn vita að þá uppbygging til varnarmála getur oft gagnast í öðrum geirum við leit og björgun eins og við þekkjum en líka við innviðauppbyggingu. Svo ætla ég að sýna ykkur miðleiðina á þessu mjög pixlaða korti, en þið sjáu þetta. Hún blá og þetta, hún náttúrulega mjög háð því hversu hratt íshellana á norðurskautinu hopar og hún held ég að sjá allir menn sem eitthvað vit hafa að hún yrði lang erfiðust þegar kemur að leit og björgun.
Hún órafjarri öllum mannabyggðum og yrði örugglega mjög martraðarkennd ef eitthvað kemur fyrir. En jafnframt hún líka sú leið sem ef hún myndi raungerast að einhverju viti, þá hún sú leið sem myndi snerta Ísland næst og þið sjáum í rauninni hvar kemur niður og það í rauninni alltaf í svona umræðum þessa tilteknu siglingaleið sem að hugmyndum koma fram innviða uppbyggingu á Íslandi eins og stórskipahöfn og svo framvegis. En ég held að það sé skynsamlegt af mér að eyða samt mestu púðri hér í að tala norðursiglingaleiðina af því að hún í rauninni sú leið sem kannski að þróast hvað hraðast af þessum þremur og ef hort á sumarið 25, síðastlið sumar, þá voru farnar 103 ferðir þessa leið og það skiptast svona cirka í tvennt, það að segja 52 ferðir í austurátt og 51 ferð í vesturátt. Og í þessum ferðum voru flutt 3,2 milljónir tonna af farms og mest voru þetta tankskip sem fluttu eldsneyti en eitthvað var skip sem fluttu rúmfrekan farm og einhver fáein gámaskip voru líka þar í förum. Skilyrði til siglinga voru ekki góð í sumar og íslaus gluggi var í mjög skamman tíma. Það var í rauninni bara 2 vikur sem var í íslaust og það var held ég eitthvað mánaðamótin sept-ótt, minnir mig. Í austurveg fóru einkum tankskip með hráolíu frá Rússlandi, bæði úr höfnum við Eystrasalt og eins Múrmansk og til þess að komast á rétta siglingaleið ef að skip leggja stað úr Eystrasalti þá þurfa þau að þræða sig norður strandir Noregs og það eðli málsins samkvæmt hafa þá Norðmenn náttúrulega sérstaklega mikinn áhuga á því að það sem það snertir þeirra hafsvæði og strandsvæði. Nokkuð hefur á þessari leið aukist ferðir með rúmfrekan farm. Þá ég að tala svo sem eins og kol, bæði frá Múrmansk og Eystrasalti og för iðulega heitið til Kína. Og það enn sem sagt verið að skoða það fullri alvöru að nota þessa siglingaleið tímabundið ár hvert til þess að stytta flutningsleiðina á milli heimsálfa. Þannig að þetta kannski ekki eitthvað sem menn myndu menn alls ekki tala á þessu stigi máls að þetta sé eitthvað sem menn geti treyst á að keyra siglingar á ársbasis heldur alltaf tímabundið geta og árstíðabundin. Þá líka gott að nefna að 5 skip alls fóru með fljótandi jarðgas, liquefied natural gas, LNG eins og það nú oft kallað, sem svona svolítið sérhæfður geiri í skipaumferð á norðurslóðum og hefur mjög svona sérstakar ástæður sem ég kem inn á síðar. Það kannski óhætt að fullyrða að orkuflutningar frá Rússlandi til Kína hafi jafnvel öðlast meira vægi ef nokkur á undanförnum vikum, leyfi mér meira að segja, þegar önnur sund hafa lokast. Má því ímynda sér að mikilvægi þannig að það haldist sem varaleið jafnvel þótt átökum linni til dæmis í Persaflóa, það að segja við sérhver átök eða krísu eins og hefur komið núna, náttúrulega draga menn einhvern lærdóm og kannski lærdómurinn hér fyrir ýmsa hvað plan B, C og D þegar þessi leið lokast eða hin leiðin lokast, hvað gerum við í þeirri stöðu. Farandi aðeins aftur í tíman að þá sem sagt árið 2017 kynnti Kína hugmyndir sínar norðurleiðina sem hluta af áætluninni Belt og braut sem margir, ég ger ráð fyrir að flestir kannast við og mjög svona umfangsmikil
áætlun fjárfestinga, innviða fjárfestingar sérstaklega í samgöngum heimallan og sem sagt, að norðurleiðin væri nýtt í samgöngum á milli heimsálfa. Í þessu samhengi gáfu Kínverjarnir stundum henni nafnið Silkileið norðurslóða og þá náttúrulega vísun í silkileiðina á milli Kína og Evrópu og svo hefur þetta hugtak stundum horfið en það var tekið eftir því á hringborði norðurslóðan í Reykjavík núna í október síðast að þá dúkkaði þetta hugtak upp aftur. Þannig að þetta svona, það erfitt að ráða í það hvers vegna stjórnveldi Kína eru að púkka upp þetta heiti aftur en það anyone's guess eins og þeir segja í útlöndum. Það ljóst hins vegar að eftir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu í febrúar 2022 þá eftir það héldu kínversk skipafélög mjög að sér höndum með nýtingu á norðurleiðinni og fyrir það fyrsta náttúrulega þetta mjög kostnaðarsamt að nýta leiðina eins við núverandi aðstæður og það líka líklegt að þessi skipafélög hafi viljað forðast að lenda á einhvers konar svörtum listum varðandi viðskiptaþvinganir sem beindust gegn Rússlandi sérstaklega og hafi þá þess vegna haldið að sér höndum. Og þá má segja að þarna með því hafi með beinum hætti stríðsrekstur Rússlands í Úkraínu haft áhrif á og hægt jafnvel á þróun þessara siglingaleiðar. Sem dæmi það að kínverska skipafélagi COSCO, sem ekki Costco, heldur Costco, sem margir þekkja, sem nú eitt það stærsta í heimi, er jafnframt það skipafélag í Kína sem býr yfir stærstum flota þeirra skipa sem geta siglt á ísilögum hafsvæðum, að þeir hafa mestu hætt siglingum á norðurleiðinni eftir febrúar 2022, en þar með opnuðu þau rauninni á aðra að koma inn á markaðinn og það hafa menn merkt að þar hafa komið inn skipafélag í rauninni með miklu vanbúnari skip heldur en voru í flota Costco sem dæmi. Það má ímynda sér svona til framtíðar að norðurleiðin takmarkist nokkuð við flutninga á þungum farmi. Þá ég við að tala eins og kol og hráfur og svo framvegis eða við eldflutninga. Það náttúrulega bara öðruvísi tímapressa á slíkum flutningum heldur en á vöruflutningum þar sem að hlutir þurfa að vera komnir á áfangastað innan einhvers tímaramma. Það svona meiri þolinmæði í því varðandi þyngri farm og eldsneyti og en það svona almennt talið ólíklegt að við núverandi aðstæður muni skipafélög ráðast í miklar fjárfestingar hvort sem í skipaflota eða innviðum í þetta miklu í svona miklu óvissu ástandi. Ég vil þó segja það að Kína að sjálfsögðu í ákveðnu fararbroddi þegar kemur að rannsóknum og þróun siglinga í atvinnuskipni yfir norðurslóðir. Og náttúrulega mikið að pæla í mögulegri auðlindanýtingu í því samhengi. Þá langar mig aðeins að nefna hér hlut sem gerðist nýlega og þetta sem sagt tilraunasigling skips sem heitir Istanbul Bridge og var tilraunasigling á milli Kína og Evrópu og það sem tilraunin hér var að sigla frá Kína til nokkurra hafna í Evrópu með það markmiði að það væri hægt að koma slíkum siglingum á með einhverju tímaáætlun. Það er að segja, fara alla leiðina, vera komin í þessa höfn þarna og þarna og þarna. Þannig að það kannski segir eitthvað metnað Kína í þessum málum og þessi för á lokaáfangastað tókum 20 daga og var farið 7.850 sjómílna leið.
að hafa suðurleiðin hefði farið hefðbundna siglingaleið, hún hefði tekið á bilinu 40 til 50 daga og hefði farið 11.000 sjómílur. Þannig að þá heyriði samanburðinn og en kannski munurinn líka sá að menn eru náttúrulega að taka sér aðeins lengri tíma í þetta. Það komið oftar til hafnar og allt á suðurleiðinni, þannig að það allt tekur tíma. Ef að menn einsettu sér að fara hraðar þá væri það sannarlega mögulegt, en þetta gefur samt nokkuð góða mynd. En það sem veldur áhyggjum að þetta, til dæmis þetta tiltekna skip er ekki sérstaklega styrkt í burði til siglinga á norðurslóðum og styrkt til siglinga ís, og það segir sér sjálft að þegar menn eru í svona æfingum að þá eru líkurnar á umhverfis eða slysi eða skipaskaða meiri. Og það líka vekur athygli að Rússar nota þessa norðursiglingaleið meir og meir í orkuflutningum og viðbragð við strandi eða ef olía fer í sjó erfitt ef ekki ómögulegt á mörgum svæðum þarna. Gildandi refsiaðgerðum sem beinti gegn Rússlandi hafa orðið til þess að Rússar treysta í auknum mæli á vafasöm fley í orku og vöruflutningum sem ég vikið fyrr að og þetta eru vanbúnari skip til siglinga í erfiðari aðstæðum. Og það var nú minnst aðeins á það áðan í máli dómsmálaráðherra, en þótt Bandaríkin hafi gripið til harðari aðgerða gegn skuggaflótta Rússlands ekki að vænta þess að þær aðgerðir muni hafa mikil áhrif á siglingar norðurslóðir Rússlands. Það er að segja, það bara segir sér sjálft að ef Bandaríkin vilja grípa til aðgerða gegn skuggaflóta Rússlands þá gerist það ekki nákvæmlega meðan siglt yfir þetta svæði en mögulega einhvers staðar annars staðar. Og ég vildi þá mér vantar helvíti margar slætur þannig að við skulum bara hafa bara norðurslóður. Nei, veitu hvað ég að gera? Getur þú hjálpað mér, Friðrik? Já. Allan að bara fá þetta upp, það kannski... Þú fólkið á að geta, sérst það yfir. Já. Höfum bara þetta. Já, og þá kannski kem ég aðeins inn á að þetta allt samtengt og hvað ber að óttast, og það kannski nánara hernaðarsamstarf Rússlands og Kína sem töluvert og sést best á tíðum sameiginlegum heræfingum undanfarin ár. Og Rússland virðist þó eiga erfitt með að taka þátt í flóknum heræfingum á landi, þar sem þeir eru eðlilega minna aflögufærir mannafla vegna stríðsrekstrar síns í Úkraínu, þannig að æfingar þeirra hafa verið mest á sjó og í lofti. Og ástæðan fyrir nefni þetta sérstaklega sameiginleg heræfing Rússlands og Kína á norðurslóðum í júlí 2024, sem vakti verðskulda athygli því að þá fór kínversk orrustuþota í fyrsta sinn norður yfir heimskautsbaug. Þetta gerist í námundan við Alaska. En almennt talið ólíklegt að sú æfing sé til marks frekari hernaðarumsvif fyrir gefið Kína á norðurslóðum, heldur líklega hafi verið að ræða svona ákveðnar merkjasendingar Kína til Bandaríkjanna getu Kína til að verja eigið landsvæði í átökum við Bandaríkjamenn og þá á Kyrrahafi. Þá vekur það líka athygli, og þetta sumarið 24, þetta ekki sumarið 25, þannig að það vekur það athygli að sambærilegar æfingar voru ekki endurteknar síðastliðið sumar, líkt og spáð var. Og má vera að Kína vilji þá sýna meiri varfærni og þessa stundina
og eins líka að Rússland hafi hreinlega bara minni getu til að taka þátt í slíkum sameiginlegum æfingum og þetta gerist ekki nema þessir tveir komið saman. Rússland hefur enn upp á svona ákveðna tækni geta bjóða gagnvart Kína og þá það einkum við þróun hljóðfrára kafbáta og þá líka mikið horft til þess, og þetta mjög opin spurning, og þá hvernig Rússland geti stutt Kína komið mögulega til átaka yfirráð á Tævan. Þannig að þessar heræfingar nú ekki úr lausu lofti gripnar. Kína sem stórvildi vill að sjálfsög gera sig gildandi á öllum útjöðrum heims og það yfirlýst stefna stjórnvalda þar og skilgreind svæði til könnunar eru heimskautasvæðin 2, það að bæði norðurskautið og suðurskautið, nú geimurinn, djúpsjávarsvæði og svo alnetið. Og þegar það kemur á norðurslóðum þá virðist einkum vaka fyrir Kína aðgengi að auðlindum og siglingaleiðum og eru líka hugsaðir til að efla vísinda og tæknigetu Kína. Kína vill hafa áhrif á stjórnund heimskautasvæðina þannig að hún verði ekki andstæð hagsmunum þeirra. Og Kína vill náttúrulega auka hernaðargetu á norðurslóðum. Það liður í að efla almenna varnargetu í samkeppni og mögulegum átækum við vesturveldi. Kína hefur enga síður til þessa ekki hernaðarlega viðveru á norðurslóðum og það kannski mjög mikið að undirstrika þetta, af því að þetta skiptir máli. Og yrði hún einhver tímann þá hún háð í núverandi stöðu samþykki Rússlands. Þótt Rússland sé í vondri samningsstöðu gagnvart Kína eða sé orðið háðara Kína, þá vandi að sjá að Rússland hleypi Kína of nærri viðkvæmum stöðum, svo sem bækistöðu norðurflota síns á Kólaskaga. Og ég kannski tek það líka til að þetta er ekki tómt kærleikssamband á milli þessara tveggja, því að síðasta sumar þá birti New York Times upplýsingar úr skjölum sem hafðu lekið úr leyniþjónustu Rússlands, FSB. Tíminn búinn. Og það sem í rauninni kom fram að Rússland tortryggi Kína mjög og gruni njósnir á norðurslóðum og að það nýti til þess bæði námafyrirtæki og rannsóknarstofnanir. Tíminn flýgur og ég hef svo mikið að segja. Og svo bara stóra myndin sem ég að gefa í þessu máli að ríkin 2 þetta svona hagkvæmis hjónaband. Það ekki bara best að lýsa því þannig og þegar fátt annað kannski í boði. Og það nú eitt sem kannski dúkkar ítrekað upp og það hefur verið mikið gert úr fjárfestingum Kína á norðurslóðum en þetta mat kannski rímar ekkert mikið við raunveruleikann því að fæstar fjárfestingar Kína á norðurslóðum hafa verið árangursríkar og mörgum verkefnum hefur í rauninni aldrei verið hrint í framkvæmd eða hætt við tímabundið eða jafnvel til frambúðar. Þannig að efnahagslegt fótspor Kína á norðurslóðum utan Rússlands mjög létt. Og nú þarf ég að forgangsraða hverju ég vilji ég ætla kannski bara að stytta smá kaflan og koma að síðustu spurningunum minni. Og það uppbygging siglinga á norðurslóðum óhjákvæmilegt. Það svo margt sem í rauninni liggur á huldu og eitt af því hvort bráðnun ís skili betri siglingaleiðum eða hvort að ófyrirsjáanleiki verði meiri, meðal annars vegna meiri rekís,
meiri öldugangs út af auknu ferskvatni í sjó og önnur náttúrufyrirbrigði gerir siglingar norðurslóðir jafnvel erfiðari en þær eru áður. Þannig geti áskoranir í leit og björgun jafnvel orðið meiri en áður. Og ég alveg að ljúka. Og forsendur frekari þróunar norðurleiðarinnar að heimsviðskipti haldi áfram að aukast, eins og ég kom inn á áðan. Það grunnforsendan og gangi nokkuð hindrunarlaust fyrir sig. Og svo vildi ég líka nefna að ófriðartímar á heimsvísu og tímabundin átök einstakra skipaleiða, til dæmis Suezskurð, Rauðahaf, Malakasund eða Panamaskurð, munu frekar ýta á að norðursiglingaleiðir verði skoðaðar frekar. Þannig að ég myndi segja ófriður í heiminum frekar til að ýta á það að þessar siglingaleiðir verði skoðaðar betur og nýttar frekar. Og áframhaldandi hlýnun jarðar og bráðnun ís jafnframt ákveðin forsenda þróun siglingaleiðina. Því miður ástand mála með þeim hætti að fátt bendi til að þeirri óheilla þróun verði snúið við bráð. En sem fyrr hefur verið sagt alls óvíst hvort öruggari siglingaleiðir verði endilega afrakstur bráðnunar ís á norðurslóðum. Takk fyrir. Jú. Gerða þakkir þetta. Já. 1000 þakkir. Ég hef ekki viljað reyka eftir þér og ég heldur bara að gefa fólki færi á að spyrja eina spurningu. Þannig ef þið eru með spurningu, gerðu svo vel að rétta upp hönd og ég ætla kannski ekki að kasta svona langt, en það sjá. Gerðu svo vel. Já, góðan daginn, ég heiti Halldór Jóhannsson, ég í fórsvari fyrir Arctic Portal, við höfum mikið verið að stúdera norðurslóðir og ekki síst siglingar. Já. Ég hef haft á ánægju að vera oft í Bandaríkjunum, ég hef verið þarna í Barrow og svo framvegis, ég er menntaður í Kanada. Aha. Ég ferðast allt í Rússlandi, ég hef verið mikið í Kína, ég hef líka verið í Kóreu. Aha. Ég svona aðeins að velta fyrir mér út frá því sem þú ert að tala vegna þess að ég veit það að samstarf Rússa og Kína miklu minna heldur en talar í fjölmiðlum og miklu minna heldur en að þú ert að tala núna. Vegna þess að Kínverjar náttúrulega hafa haldið að þessi verulega höndum vegna þess að þeirra hagsmunir eru miklu meira að halda góðri sátt við Vesturlönd heldur en við Rússland efnahagslega og það það sem keyrir Kína. Ég held að vera með hvað þú sér fyrir þér einmitt til framtíðar og einmitt þú gleymdir kannski eða nefndir ekki áhuga hinna ríkjana. Það var til dæmis sendinefnd í Tromsø daginn frá Kóreu, skrifaði undir samninga frá Búsanhöfn og Kóreumenn eru búin að vera skipuleggja Búsanhöfn lengi sem norðurslóðsiglingarhöfnina og svo hitt sem þú nefndir ekki heldur, það eru LNG-skipin sem að þú nefndir nú LNG en til dæmis bara frá Sabatahöfn voru 270 skip á síðast ári, 80% þeirra fór til Evrópu. Já, takk fyrir þetta. Ég var með heilan kafla Jamalsvæðið og allt það en ég þurfti aðeins að stytta mál mitt þannig að ég tók það til. En þetta alveg rétt sem þú segir að það eru fleiri sem hafa hagsmuni undir og þú nefnir Suður-Kóreu og Suður-Kóreu náttúrulega eftirtektarvert líka bara út frá getu þeirra til skipasmíða og annað slíkt þannig að auðvitað Kórea stór leikandi í þessu máli en ég kannski einfaldaði mál mitt aðeins en það kannski sem ég var að undirstrika og ég gerði allan eða tvívegis í máli mínu en ég skal kannski gera hér aftur að efnahagsleg forsenda siglingaleiðarinnar eru góð viðskiptatengsl Kína og annarra Suðaustur-Asíuríkja við markaði í Evrópu og Norður-Ameríku og omvendt. Í rauninni. Annars ekki efnahagsleg forsenda til að þróa siglingaleiðina. Þannig það rétt sem þú segir skilurðu þetta svona sine qua non, skilurðu, þú verður að hafa þannig samband við markaði á Vesturlöndum til þess að þetta svona gangi ekonomist upp, Svona bara sem innlegg inn í þessu umræðans. Ég hef haft ánægju að taka þátt í mörgum ráðstefnum gegnum tíðina og mörgum siglingaráðstefnum í Evrópu og Kanada
og þar hefur samhljómur verið og þetta gerist löngu fyrir Úkraínustríðið að það sé vanti viðskiptamódtilið, við getum kallað það. Þannig að sko öryggi sérstaklega fyrir smærri og millistóri fyrirtæki sé ekki nægjanlegt. Tryggingafélögin vilja helst ekki tryggja þetta svo framvegis. Nei. Og einmitt, það var þarna líka í málum minn og það einmitt mjög mikilvæg hlutur, það tryggingarfélögin. Hvað þau tilbúin og jafnvel þó að séu tilbúin að tryggja fyrir hvaða gjald, hvernig gengur það upp í reikningnum þegar allt metið. En mér finnst samt áhugavert þessi tilraunasigling sem farin var núna nýlega að menn eru að pæla í einhverju alvöru að geta komið siglingum upp eftir einhvers konar skipulagi og jafnvel tímatöflu. Því að þú veist, það væri náttúrulega mjög spennandi ef að það gerist, sko. Og ég bara enn eitt innlegg, 2006 var haldin hérna á Akureyri ráðstefna sem var kölluð Breaking the Ice og fyrsta svona siglingaráðstefnan sem að fókusuruð á hérna norðurslóðir og félagiðinn fyrirverandi úr ráðuneytinu Ragnar Baldursson stóð fyrir því og ég tók virkan þátt í því líka með honum. Og þarna komu bæði Rússar og Kínverjar og Bandaríkjamenn og Kanadamenn og þá var verið að tala um þetta miklu meira sem sameiginlegt verkefni. Já. Og ég held að það sé það sem að við Íslendingar verðum að fara í að við getum verið þessi sko milligöngu aðili. Við drögum ekki upp einhvern vegg á milli heldur við reynum að vinna saman vegna þess að framtíð Íslands sem þjónustusvæði fyrir norðurslóðir getur verið efnahagslega alveg gífurlega mikilvægt. Og þá kemur norðursiglingaleiðin eða miðsiglingaleiðin Trans-Arctic Shipping Line þar sem að Ísland eða Finnafjörður gæti orðið umskipunarhöfn og svo aftur hinum megin, hvort sem það í Alaska eða Kamchatka, skiptir ekki öllum máli. Ég hlakka allan mikið til að hlusta áfram í dag út frá sko mín leikmannsaugu þegar ég sé þarna þessa leið þá fer náttúrulega samt pínur hrollur hann, skilur ef eitthvað fer úrskeiðis þarna sko. Að þetta það þarf eitthvað mikið að spekulera í þessu því að þú veist það farið yfir ansi langt hafsvæði fjarri öllum mannabyggðum sko og allt viðbragð hlýtur að vera bara erfitt ef ekki ómögulegt. En jú, sannarlega, þú veist, ef einhver áratugi fram í tíman hún þróast sem fýsilegasta leiðin að því að hún styst og best í sjó og ég veit ekki hvað þetta veit ég ekki, þá myndi það náttúrulega snerta Ísland með beinum hætti hefði maður haldið. Já. Kæra þakkir Halldór og þakkar aftur fyrir Þorlákur. Já, takk. 1000 þakkir fyrir þetta frábæra framlag. Því næst vil ég bjóða nafna mínum Auðunni Friðriki Kristjánssyni, framkvæmdastjóra stefnumótunar, áætlanagerðar og þróunar aðgerða hjá Landhelgisgæslu Íslands og einnig sem framkvæmdastjóri siglingasviðs. Og hann ætlar að fjalla skipulag leitarabjörgunar sem og annarra öryggistengdra verkefna á hafinu við Ísland og norðurslóðir í þessum breytta heimi okkar. Gjörðu svo vel. Það sem ógnir og ábyrgðir mætast nafnið á fyrirlesturum mínum hérna í dag, ábyrgð eftirlit öryggi á norðurslóðum og það viðeigandi umræðuefni á degi sem þessum. Ég heiti Auðun Kristinsson eins og við komum fram, framkvæmdastjóri hjá Landhelgisgæslunni og vil fá að þakka Varbergi og Dómsmálaráðuneytinu, Norðurslóðanettinu, Háskólanum á Akureyri fyrir að halda þennan viðburð hérna á Akureyri í þessu frábæra veðri og hérna bara dáist að því að þið skulu öll koma hérna inn í þessu góða veðri og hinn sem eru svo online líka að fylgjast með. Í störfum mínum hjá Landhelgisgæslunni í bráðum 40 ár, þó ungu sé, sem áhafnarmeðlimur á varðskipum, loftförum, þyrlum og flugvélum og verkefnastjóri og nú framkvæmdastjóri hef ég komið að fjölbreyttum verkum á sviði löggæslu, leitar og björgunar. Og það sláandi og hreint ótrúlegt að fylgjast með hversu hratt verkefni og áskoranir gæslunar hafa breyst á undanförnum 10 til 20 árum. Það hreint, algjörlega ótrúlegt að fylgjast með því.
Í þessari yfirferð mun ég fjalla skipulag leitar og björgunar á sjó og í lofti á norðurslóðum, helstu styrkleika og veikleika leitar og björgunarkerfisins á Norður-Atlantshafi, hlutverk gæslunnar í leit og björgun og öryggis- og varnartengdu verkefnum sem að tengist allt saman og áhrif breytts öryggisumhverfis og aukinna hernaðarumsvifa á borgaralega starfsemi stofnunar eins og Landhelgisgæslunnar. Þetta eru nokkrar glærur, en ég vona að við höfum svo einhverja 10 mínútur í spurningar og vænti þess að þið hafi góðar spurningar í þann tíma sem við höfum til að fylla upp í. En við skulum byrja á áskorununum. Ástæðan er einföld. Ef við skiljum ekki eðli þeirra, þá skiljum við ekki heldur hvers vegna leit og björgun og öryggi norðurslóða skiptir núna meira máli en nokkru sinni fyrr. Skipulag leitar og björgun á norðurslóðum er skýrt og byggir á alþjóðlegum samningum, þar á meðal samningu leit og björgun loftfara og leitar og björgun samning Norðurskautsráðsins. Á ábyrgðarsvæði hvers ríkis eru það yfirleitt landhelgisgæslur eða sjóherjir eða sambærilegar stofnanir sem bera ábyrgð á framkvæmd og samhæfingu leitar og björgunar á þessu svæði. Kortið sýnir ábyrgðarskiptingun á norðurslóðum og þarna er ábyrgðarsvið hvers norðurskautsríkjanna 8. Samstarf landhelgisgæslna á norðurslóðum er almennt mjög gott og fer meðal annars fram innan Arctic Coast Guard Forum sem eru samtök strandgæslu ríkjanna 8 á norðurskautinu, mínus Rússland reyndar þessa dagana því að í 2022 að síðan Rússar reiðast inn í Úkraínu þá hefur Rússum ekki verið boðin þátttaka í þessum samtökum. Núna í þessari viku er Georg Lárusson forstjóri gæslunnar á fundi þessara samtaka í Kaupmannahöfn og það er mjög virkt samstarf á þessu vettvangi. Svo er það North Atlantic Coast Guard Forum sem eru samstarfsvettvangur strandgæslna, landhelgisgæslna við allt Norður-Atlantshafið og í gæslanum er formennsku í þessu ráði núna og þarna er öflugur samstarfsvettvangur þar sem við deilum upplýsingar og þekkingu. Og gæslanum er formennsku í þessu ráði núna í ár og í byrjun maí er 110 manna ráðstefna sérfræðinga North Atlantic Coast Guard Forum hérna haldin í Reykjavík. Innan Arctic Coast Guard Forum hafa verið mótaðar verklagsreglur sem tryggja samhæfð viðbrögð í neyð, hvað varðar aðgerðastýringu, fjarskipti, aðgang að lögsögum annarra ríkja og það er líka gott að hafa í huga að norðurslóðir er ekki lengur jaðarsvæði, þær eru að verða miðpunktur siglinga, auðlindanýtingar, hernaðarlegra hagsmuna og öryggismála. Ef við víkjum aðeins á starfsvæði landhelgisgæslunnar sem er allnokkuð stórt. Leitar- og björgunarsvæði Íslands er eitt það stærsta í Evrópu, 1,9 milljón ferkílómetrar að stærð. Fjarlægðirnar eru miklar, veðurfar krefjandi og úrræði eru mjög dreifð. Þetta eitt og sér skapar verulegar áskoranir, svona klassískar norðurslóðar áskoranir. Helstu veikleikanir liggja í miklum fjarlægðum, skörum björgunarsvæða og lögsagna og ef þið horfið á kortið að það sjáið að leitar- og björgunarsvæðið okkar nær meðal annars yfir færeyska lögsögu og inn í grænlenska lögsögu. Og svo er takmörkuð geta til að bregðast samtímis við mörgum atvikum. Samhliða þessu fer skipa og flugum fer vaxandi og manngerðum áhættuþáttum fjölgar. Þegar horft er á gríðarstóra svæði sem að gæslan ber ábyrgð á þarf að hafa í huga að við berum einnig ábyrgð á öryggis- og löggæslu á hluta þessu svæði og stórum hluta þessu svæðis. Og þá komum við að einu af flækjustígunum og einum af áskorunum við núverandi kerfi smáríkis sem hefur ekki her en þarf að gæta fullveldis og öryggisgæslu, leitar og björgunar en treystir á aðra varðandi varnir. Í því sambandi skal hafa í huga að eftirlit og öryggisgæslunar á hafi er einn af lykilþáttum varna landsins. Það er engin annar sem er að vakta hafsvæðið Ísland dag frá degi með tilliti til fullveldis Íslands, né loftrýmið. Og þetta svæði er ysta beltið í vörnum landsins. Þá er leit og björgun eina grunnforsendu þess að bandalagsríkin okkar geti starfað á hafinu Íslands til þess að verja okkur. Segja má að þegar kemur á þjóðaröryggi er landhelgisgæslan
brú á milli öryggis, löggæslu, leitar og björgunar á hafi og svo varnaðar landsins. Öryggisumhverfið hefur breyst í grundvallaratriðum. Aukin hernaðarleg áhersla á norðurslóðum hefur bein áhrif á borgaraleg verkefni eins og leit og björgun sem að gæslan sinnir. Það er nefnilega þannig að sú staða sem er upp í alþjóðamálum, aukin áhersla á hernaðarlega mikilvægi norðurslóða, aukin umferð skipa sem er á ferðinni í vafasömum tilgangi og aukin viðvera herskipa og hernaðarlegra loftfara á þessu svæði hefur áhrif á mikilvægi eftirlits, öryggisgæslu, leit og björgun. Þessum verkefnum er almennt sinnt af landhelgisgæslum og sjóherjum á þessu svæði. Við förum í áskoranirnar að ógnirnar eru ekki lengur einfaldar. Það er ekki bara náttúran sem við erum að kljást við. Það getur verið faldar, það getur verið óljósar, það getur verið blandaðar. Og þá er stundum óljós hvort að þær eru af hernaðarlegum toga eða borgaralegs eðlis. Helstu áskorunar sem við búum við eru hérna á skjánum, listaðar upp og hafa verið oft í fjölmiðlum og í umræðinu undanfarin misseri. Skuggafloti, skip sem eru ógn með umhverfisöryggi. Þessi skip eru að sigla íslenskt hafsvæði og rétt að minna á atvik í vetur þar sem og hefur nefnt hér áður í morgun að Bandaríkjamenn tóku eitt slík skip þar innan lögsögumörk Íslands. Við sjáum þessi skip eins og eru hérna á skjánum, á ferðinni við lögsögumörk Íslands reglulega. Þau virðast reyna að halda sig fjarri en við sjáum þau nær vikulega í okkar kerfum. GPS-truflanir sem við sjáum sem betur fer lítið af og rangar staðsetningarupplýsingar sem við sjáum nær daglega. Dæmi, flugvélin okkar TF-SIF var á ferð í Pólandi í verkefni daginn og þá lentum við í GPS-truflunum í aðflugi sem hefði getað mögulega ógnað öryggi vélarinnar ef við hefðum ekki haft önnur kerfi og velþjálfaðar áhafnir. Og svo sjáum við reglulega ef heyrum af tilkynningum hérna í kringum okkur og sérstaklega í Austur-Evrópu GPS-truflanir. Og svo eru þessar truflanir á fyrirvöktunarkerfunum sem við sjáum líka mjög reglulega og næstu daglega. Möguleg skemmdarverk á innviðum sem við höfum séð í nágrannaríkjum okkar og geta haft áhrif á fjarskipti og fjarskiptaröryggi. Nýlegt dæmi, kafbátar rússneskir að þvælast við Íriskabalinn í Bretlandi sem getur ógnað okkar fjarskiptaröryggi. Fólksflutningar fyrir flótta fólks frá suðurlegum hlutum heimsins sem berast til Íslands. Gæslan hefur tekið þátt í 15 ár í eftirliti með flóttafólki og leita og björgun vegna flóttafólks við Afríku og í Evrópu. Við sjáum að þetta fólk er að streyma til Evrópu og það berst hingað upp yfir. Það er líka fíkniefni sem við höfum verið að finna þarna og þetta kemur hingað upp yfir á endanum. Það verður þá verkefni lögreglu og annarra viðbragðsaðila. Við sjáum aukna umferð skipa, meiri ásókn í fiskistofna, meðal annars veiðar rússneskra skipa og skipa frá Asíu yfir lögsögumörkin og þetta er bara árviss viðburður á hverju einasta vori þá flykkjast hingað rússnesk skip að veiða úr deilistofnum sem eru 0 kvóti á samkvæmt ráðgjöf og við sjáum asískip sem eru að veiða túnfisk og aðra fiskitegundir hérna og svo eru náttúrulega aðrar fiskitegundir sem eru í deilistofnum sem þvælast hérna á milli sem eru alþjóðlegum hafsvæðum kringum okkur og við sjáum að það er ásókn í þessa stofna. Og svo að lokum gæsla auðlinda af hafsbotni. Við vitum að erlend ríki hafa unnið að kortlagningu auðlinda af hafsbotni á norðurslóðum og það geta til þess að stunda námugröft en alltaf 6.000 metra dýpi og við þurfum þess að fylgjast með hafsbotninum og því sem er að gerast í lögsögunum okkar. Við þetta má bæta að það virðist vera tilhneiging meðal ríkja að bera ekki sömu virðingu fyrir lögsögum og landamærum eins og var áður og þetta sjáum við bara núna síðustu vikunar. Áskoranir eru til víða og þær eru marglega. Ofangreindir þættir auka hættu fyrir áhættu skipa, umhverfið og stöðu okkar sem fullvalda þjóðar. Eins og staðan í dag er þetta helstu ógnirnar sem stafa á okkur. Eiginlegt innrásarstríð er sennilega fjarlægur möguleiki þó vissulega séu óveður ský á lofti. Eru þessar áskoranir varnarmál eða er þetta verkefni sem varða þjóðaröryggi og fullveldi? Þetta eru mínum huga fjölþáttaógnir en það er mörg grá svæði þarna á milli. Óvissa í alþjóðastarfi. Samstarf hefur verið hornsteinn öryggis leitar og björgunar á norðurslóðum.
samstarf þessara 8 ríkja sem ég nefndi áðan. Alþjóðleg spenna hefur þó grafið undan þessum grunni. Eins og ég kom inn á hérna undan, þá er samstarf þeirra aðeins að bera ábyrgð á öryggi, leit og björgun á norðurslóðum verið gott. Það hefur ríkt traust og lykilaðilar eru aðeins símtal í burtu frá hver öðrum. Staða heimsmála hefur þó áhrif og í kjölfar árás á Rússa í Úkraínu 2022 það hefur þeim ekki verið boðið á Arktík-Kórskaftforum. Rússar bera ábyrgð á leit og björgun á stóru hluta norðurslóða eins og þið sáuð á kortunum hérna áðan og þetta er ekki ákjósanleg staða. Nú hefur náin samstarfsþjóð okkar Ásels Grænland sem er hluti af danska konungsveldinu og hluti af NATO og tímabili í vetur voru nágrannaríki okkar að búa sig undir átök yfirráðið í Grænlandi, okkar næsta nágranna. Þarna eru þjóðir sem að fram til þessa verið meðal helstu bandalagsþjóða Vesturlanda við Norður-Atlantshafs, farnar að ásælast land vinaþjóðar og ógna þar á leiðandi því alþjóðlega kerfi sem við höfum treyst á. Þessi mynd er tekin á fundi Arktík-Kórskaftforum 2019 ef ég man rétt sem við héldum á Húsavík. Þarna eru samankomin fulltrúar allra Arktíkríkjanna 8, þetta eru Rússar, Bandaríkjamenn, Danir, Kanadamenn, Svíar, Finnar og Norðmenn. En þegar stórir aðilar detta út úr samstarfinu og brestir koma í samstarf þessara bandalagsríkja, þá veikist kerfið. Síðasta áskorun sem ég ætla að nefna eru væntingar nágrannaríkja okkar til okkar og bandamanna okkar. Ísland er herlaus þjóð sem byggir varnir og öryggi sitt á bandalagi þjóða, alþjóðlegu samstarfi og varnarsamningum, en við höfum eftir sem áður mikilvægu hlutverki að gegna eins og ég fór yfir áður. Það er skylda Íslands að styðja við þær þjóðir sem hafa skuldbundið sig til að verja okkur með því að sinna leit og björgun og gistiríkjastuðningi og það er skylda okkar sem sjálfstæðrar þjóðar að sinna eftirliti með hafsvæðinu í kringum landið sem er okkur svo mjög verðmætt. Bandalagsríkin og systurstofnanir gæslunnar sem oftast eru sjóherri og landhelgisgæslunnar sem við komið inn á gera eðlilegar kröfur til Íslands að standa undir skuldbindingu sínur. Þessi krafist af systurstofnunum okkar að við stöndum okkur. Og við heyrum þetta á þeim fundum sem við erum að sækja með þessum aðilum. Við getum ekki ætlast til þess að aðrir komi og verji okkur ef við ætlum ekki að standa við okkar hluta af samningnum og tryggja öryggi þessa fólks sem kemur hingað í óblíða náttúru Norður-Atlantshafsins til að verja okkur. Við finnum vel fyrir þessum væntingum systurstofnana og samstarfsfólks okkar meðal bandalagsríkjanna. Þau eru skýr, þið verið að standa ykkar plikt. Þið verður að vakta ykkar svæði, miðla upplýsingum og vera til taks til að sinna leit og björgun og gistiríkjastuðningi. En færum okkur þá yfir á lausnirnar og förum yfir það hvernig við erum að sinna þessum framangreindum verkefnum. Á móti áskorunum stendur sterkt alþjóðlegt kerfi þó það séu brestir í því. Leit og björgun á norðurslóðum byggir á skýrum samningum og vel skilgreindu ábyrgðarsvæðum. Samstarfin að Norður-Atlantshafs-Kórskaftforum og Arktík-Kórskaftforum og tvíhliða samstarf hefur skapað tengsl og verklag sem virkar í neyð. Fjarskipti, heimildir og samhæfingu eru fyrirfram skilgreind og við styðjum hvort annað með upplýsingaskiptum, fræðslum og æfingum. En það eru vissilega brestir í ákveðnum hluta samstarfsins og það er mikilvægt að berja í brestina, viðhalda tengingum og sýna staðfærslu Íslands í verki með þátttöku og öflugum búnaði. Og mér langar að benda á þessa mynd sem er táknræn fyrir það að berja í brestina. Þessi mynd er tekin borð í kanadísku varðskipi á Faxaflóa 2019 ef ég man rétt. Og þarna eru allar Arktík-Kórskaftforum þjóðirnar að æfa saman. Þarna inn í þessum gámi, þar sem að vera að stöðva flæði vatns inn í þennan gám, að þar eru fulltrúar bandarísku strandgæslunnar, kanadísku strandgæslunnar, norsku og dönsku og íslensku að berja í brestina. Þetta er það sem við verðum að gera áfram. Gæslan er kjarnastofnun þegar kemur eftirlit og öryggi og leit og björgun og framkvæmd varnartengdra verkefna hér við landið. Auk þess að sinna lögbundnum verkefnum á sviði eftirlits, auðlindagæslu, sjúkraflutningu, leit og björgun sér nú daglega framkvæmd varnartengdra verkefna í umboði utanríkisráðuneytisins. Þetta eru ekki aðskilin hlutverk, þau styðja hvort annað og eru í raun og veru óaðskiljanleg. Kíkjum aðeins betur á þessu verkefni.
Öflug stöðumynd er forsenda öryggis og þess að hægt sé að bregðast við neyðarástandi, að festu og öryggi. Stöðumyndi byggir á, nr. 1, gögnum frá gervitunglamyndum, eftirliti með ratsjám sem hafa verið nefndar hérna, bæði á sjó og í lofti, eftirliti skipa og loftfara og gögnum frá systurstofnunum nágrannaríkjanna. Og glærunni sjáum við því hvernig þessi vöktun fer fram, bæði í stjórnstöð Gæslunnar í Reykjavík, stjórnstöðinni sem við erum í Keflavík, sem við rekum fyrir hönd utanríkisráðuneytisins, og þeim tækjum sem við höfum yfir að ráða og tækjum samstarfsþjóða okkar. Og svo í öðru lagi þá er það greining allra gagna frá eftirlits- og upplýsingakerfum. Í dag eru gloppur í þessari stöðumynd en það er unnið hörðum höndum að því að fylla í götin, auka eftirlit og greiningu. Við eigum allt til þess, við erum með mjög góða innviði, erum með öflugan mannskap og góð tæki en þurfum að nýta tækikostin betur og þar eru tækifæri. Og við finnum fyrir stuðningi stjórnvalda í þá átt, eins og hefur komið fram í morgun, það er verið að bæta í. Á þessu ári hefur eftirlitið verið stóraukið, bæði með aukinni viðveru TF-SIF á Íslandi, en auk þess að verið að setja upp ratsjá sem greina skipaumferð á sjó og þá verið að efla greiningagetu Gæslunnar, greiningu upplýsingar sem við höfum aðgang að í góðri samvinnu við greiningadeild ríkislögreglustjóra sem er mjög mikilvægt samstarf. Við byggjum allt okkar á því að áhafnir skipa getur sótt sjóinn, sótt auðlindir okkar af öryggi. Við erum að laða til okkar ferðamenn í þúsundatali með skemmtiferðaskipum, sjóstangveiðum, skemmtibátum, ferðaþjónusta er orðin eina undirstöðu atvinnugreinum okkar. Gæslan er ábyrg fyrir leit og björgun vegna framangreindra skipa og allra þeirra loftfara sem fara við víðfeðma leitar- og björgunarsvæði Íslands í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar okkar. Farþegaskipum hefur fjölgað gríðarlega og á hverjum tíma yfir þá mánuði sem flest skip eru þá eru 18 til 20 skip á hverjum tíma innan okkar landhelgi. Á þessu sviði njótum við liðsinni öflugra björgunarsveita Slysavarnafélagsins Landsbjargar og öflug skipakost félagsins sem við erum að byggja upp að miklu myndugleika. Þá eru íslenski sjófarendur mikilvægur hlekkur í leitar- og björgunarkerfi á hafi við Ísland. Nú var ég á fljótur, höldum áfram hérna. Gæslan annast á grundvelli þjóðréttarlegra skuldbindinga björgunarþjónustu með þyrlum í tengslum við loftrýmisgæslu. Atlantshafsbandalagið NATO hér á landi auk þess að sinna æfingum, heimsóknum og öðrum tengdum verkefnum. Þá þurfum við að geta aðstoðað erlend herskip lendi þau í neyð með dráttarþjónustu, slökkvigetu og svokölluðu damage control sem miðar að því ef að skip verður fyrir skaða, mögulega út á árás eða einhverju slíku að tryggja að það sökki ekki og mengi ekki og komist í land. Leit og björgun vegna varnartengdrar starfsemi er samofin leitar- og björgunarþjónustu vegna sjófarenda á hafi. Íslensk leit og björgun nær þannig einnig til erlends herafla. Þetta er ekki formsatriði, þetta er grundvallaratriði við varnir Íslands og þarna verðum við að standa okkur. Til að geta sinnt ofangreindum verkefnum þarf keðju tækja, mannskaps og samhæfingar. Það er að segja við þurfum að hafa aðgang að gervitunglum, við þurfum að hafa 2 þyrlur til taks hverju sinni, við þurfum að hafa flugvél til að sinna leit og björgun og eftirlit og leit, 2 varðskip til taks á hverju tíma, ómönnuð tæki á yfirborði og undir yfirborði sjávar, stjórnstöð til að samhæfa og vel þjálfaðar áhafnir. Þetta er lykilatriði. Eins og áður segir þá höfum við flest þessara tækja, það þarf að fjölga eina þyrlu og verið er að leita leiða til að bæta þyrlu viðbragði hjá okkur í samvinnu við stjórnvöld. Það er mikilvægt að hafa í huga að hver króna sem varið er til eftirlits, leitar og björgunar hjá Gæslunni með tillit til öryggis og varnarmála fer í að auka öryggi almennings í landinu, íslenskra sjómanna og vernda auðlindir og fullveldi okkar á hafi. Sem dæmi má nefna að þegar búið verður að fjölga eina þyrlu og eina áhöfn í þyrlusveitin okkar verður hægt að stórauka sjúkraflutningar og björgunarþjónustu með þyrlum á landi og stytta viðbragðstíma á þeim landshlutum sem fjærst eru Reykjavík. Og þetta á ekki síst við hér á Akureyri þar sem við erum stödd nú. Og sem dæmi hvernig svona verkefni hafa haft jákvæð áhrif út á landi og þessi uppbygging er Freyja sem nú er gerð út frá Siglufirði sem hefur skilað miklum árangri og virkilega gott að gera út skip hérna fyrir norðan.
En Ísland þarf ekki aðeins að standa sjálfs við öryggisgæslu, leit og björgun. Við þurfum líka að búa yfir sérhæfðri getu og sér sprengjueyðingar og auk þess að þekkingu á því hvernig við bregðast skulu við ef vopnuðum loftförum leggist á. Séraðgerð og sprengjueyðingarsveit gæslunnar annast þjónustu og öryggisgæslu vegna vopna og sprengjuefna loftfara erlendra öryggisstofnana í tengslu við loftrýmisgæslur og aðgerða á Íslandi. Verkefni felst í þjónustu við vopnabúnað loftfara, eyðingu skotfara, flutning og sprengjum og skotfærum. Viðbrögð þegar bilanir koma upp í vopnabúnað og þegar vopnuðum loftförum hlekkist á. Sem dæmi, ef það væri fullvopnuð orrustusþota sem myndi nauðlenda inn á Vatnajökli, þá er það ábyrgð sprengjusveitargæslunnar að tryggja öryggi þeirra vopna. Sérhæfðarsveitin okkar, sprengjusveitin, bregst við atvikum og aðstæðum þar sem tryggja þarf öryggi vegna vopnar og loftfara, svo sem ef er að ræða flugskeyti sem er óöruggu í einhverju svona atviki eða þegar tryggja þarf vettvang eftir flugslys þar sem loftför eru vopnuð. Er að ræða viðbragðsskeytur sem haldið eru uppi og nýtt þegar þörf krefur. Samhliða auknu mikilvægi norðurslóða í hernaðarlegum tilliti hefur komum herskipa hingað til lands fjölgað. Gæslan leiðir samhæfingu og samstarfinu framkvæmdar og viðbúnaðar í tengslum við móttöku kjarnorkuknúinna herskipa innan landhelgi og innsævis. Þessu verkefni hefur verið sinnt í góðu samstarfi utanríkisráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins, lögreglu, landhelgisgæslu, gæsluvarna ríkisins og annarra aðila. Og þá hefur bæði við embætti ríkislögreglustjóra og svo embætti á því landsvæði þar sem að þessi skip eru að koma upp að. Komum erlendra herskipa, meðal annars kjarnorkuknúinna kafbáta hingað til lands, hefur fjölgað og teiknir á lofti að það verði enn frekari fjölgun hjá þessum skipum. Við þurfum líka að tryggja siglingaröryggi. Tryggja að siglingaleiðir inn á helstu hafnir séu færar og ávallt séu til sjókort af bestu gerð hvers tíma svo erlendur herafli, íslenski sjómenn og kaupskip sem getur siglt örugg inn á íslenskt hafsvæði. Starfsemi sjómælinga og siglingaröryggisdeildar gæslunnar hefur verið efld á undanförnum árum með það fyrir augum að hraða útgáfu sjókorta og auka getu gæslunnar á þessu sviði. Geta deildarinnar hefur verið aukið með kaupum á ómönnuðum kafbát sem nýtist til öryggisleitar, siglingaleiða og hafna og til að gera samanburð og skoðun á neðansjávar innviðum eins og fjarskipta innviðum og köflum. Ísland og hafsvæðið við Ísland er mikið notað til æfinga af NATO og samstarfsþjóðunum. Æfingar með NATO og samstarfsþjóðum okkar eru ekki aukaatriði, þær byggja upp hæfni, traust og raunhæfan viðbúnað. Starfsmenn gæslunnar úr öllum deildum hafa komið að skipulagningu og framkvæmd varnartengdra æfinga. Að auki sendir gæslan starfsfólk til annarra æfinga erlendis. Í því sambandi má nefna nú í sumar von á nokkurum strandgæsluskipum frá nágrannaríkjunum okkar til Íslands, meðal annars norsku gæslunni og kanadísku strandgæslunni. Þá verða nemar frá bandarísku strandgæslunni borð í skipum okkar í nokkra vikur í starfsþjálfun í sumar líkt og var í fyrra. Og allt eru þetta verkefni til að berja í brestina eins og við talaðum áðan. Fjölmargar æfingar standa fyrir dyrum á næstu misserum og skjánum má sjá yfirlit yfir þær. Dynamic Mongoose, kafbátaeftirlitsæfing, Northern Challenge sem er sprengjuleitaræfing, Triton Junction, skrýtin nöfn. Og það sem við erum að æfa varnaráætlun NATO, Norður Víkingur, æfing sem fer fram í haust, þar sem við erum að æfa varnir landsins. Dynamic Mercy, æfing sem fer fram í næstu viku, milli Íslands og Færeyja og við tökum þátt í. Fjölmargar æfingar og mikilvægt að við stöndum okkur og tökum þátt í þessum æfingum. Samstarf við systurstofnanir okkar í nágrannaríkjunum er lykilatriði eins og ég hef komið inn á. Ekki bara til að tryggja framgang varnartengdra verkefna, heldur líka til að tryggja hnökralaus og samhæfða þátttöku hernaðarlegra tækja í leit og björgun vegna sjófarða yfir landið. Það er nefnilega þannig að aukin viðvera herskipa og loftfara við varnartengd verkefni eykur getu okkar til að tryggja öryggi almennings á friðartímum. Þetta eru einingar og tæki sem við getum notað í almenna leit og björgun. Gæslan er eina íslenska stofnunum með dagleg aðgerðatengd samstarf við strandgæslur og heri bandalagsríkjanna og þar liggur mikil þekking og dýrmætt traust.
Gæslan til dæmis í nánu samstarfi og með tvíhliða samninga við strandgæslu Noregs, dönsku herstjórnin í Grænlandi, bandarísku strandgæsluna og kanadísku strandgæsluna, meðal annars upplýsingaskipti, þjálfun og tækniþróun. Í þessari viku var forstjórinn, eins og ég sagði áðan, hjá fundi Arctic Coast Guard Forum, sem hafa skrifað undir Annual Plan of Action milli gæslunnar og bandarísku strandgæslunnar, sem mótar helstu samstarfsþætti hvers tíma. Styrkleiki kerfisins liggur fyrst og fremst í skýrri ábyrgð, vel skilgreindur svæðum og nánu trausti og samstarfi þessa aðila. Gæslan mannar nokkra stöður fyrir hönd utanríkisráðuneytisins í varnartengdum verkefnum víðs vegar um heim. Má þar nefna stöður í flotastjórn Atlantshafsbandalagsins í Englandi, Markom, herstjórn NATO í Mons í Belgíu, svæðisbundin herstjórn fyrir norðursvæði NATO í Bandaríkjunum, DFC Norfolk, ERCOM, þar sem lofthersaðgerðum NATO stýrt, og stöðum í varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Gæslan hefur leitast við að manna ofangreinda starfsstöðvar með mjög hæfu fólki með áralanga aðgerðatengda reynslu sem eru verðugi fulltrúar Íslands á þessum starfsstöðum. Þegar dvölinni lýkur fær Gæslan svo fólki tilbaka með yfirgripsmikla þekkingu og reynslu á sviði varnarmála sem gerir stofnunina enn hæfari en ella til að sinna ofangreindum öryggis- og varnartengdum verkefnum. En þótt Ísland sé land án herafla berum við ríkar skyldur. Trúverðugleiki okkar byggir á því að við sinnum grunnverkunum okkar að festu, leit og björgun, eftirliti, öryggi, siglinga og stuðningi við bandalag okkar. Gæslan býr yfir öflugum mannskap, tækjum og 100 ára reynslu nú í ár. Stærsta áskorun fyrir ámyndan er að viðhalda og þróa þessa getu í breyttum heimi. Við finnum fyrir miklum stuðningi stjórnvalda og vilja til að Ísland standi við skuldbindingar sínar. Fjárveitingu til Gæslunnar hafa verið auknar verulega á þessu ári, viðvera flugvélarinnar á Íslandi hefur verið aukin og þar með eftirlits- og björgunargetan. Viðhaldsgeta hefur verið aukin með það fyrir augum að minnka þann tíma sem þyrlurnar eru í viðhaldi. Starfsemi séraðgerðasveitar hefur verið stóraukin og innviðir Gæslunnar styrktir. Það hefur verið að bæta í og það þarf að gera betur í því sambandi og við skulum hafa í huga að það kostar meira að verja frelsi okkar og fullveldi í dag heldur en það gerði áður. Eins og fram hefur komið, þá erum við, Ísland, að gera margt til að efla öryggi á okkar svæði, á leitar- og björgunarsvæði Íslands. Við höfum verið að efla getu okkar, tækjakost, og tækjakostið er nú aldrei verið eins öflugur og hann er í dag. Og við erum að stíga ákveðin skref til frekari eflingar og nýtingu á tækjakosti og mannafla. Breyttur veruleiki kallar á endurskoðun laga, skýra stefnumörkun og markvissa þekkingaruppbyggingu. Lagarammi Gæslunnar þarf að endurspegla raunverulegt hlutverk stofnunarinnar í öryggis- og varnarmálum og tryggja öryggi starfsfólk við allar aðstæður. Þegar borgaralegar stofnanir eins og Gæslan sinnir öryggis- og varnartengdum verkefnum eins og raunin er hér á landi, þurfa valdheimildir, boðleiðir og ábyrgðarkeðjan að vera skýr til að draga úr óvissu við framkvæmd þessara verkefna. Dómsmálaráðuneytið leiðir nú gerð nýrrar landhelgisgæsluáætlunar sem til stendur að gefa út í sumar og marka stefnuna fram til ársins 2030. Samhliða er að vera að vinna í langtíma áætlun endurnýjun tækjakostgæslunnar. Raunhæf full fjármögnuð landhelgisgæsluáætlun, tenging hennar við stefnumörkun í öryggis- og varnarmálum er lykilatriði í því að tryggja enn betur öryggi á hafi við Ísland og þar af leiðandi norðurslóðum. Nýlega gáfu stjórnvöld út stefnu Íslands í öryggis- og varnarmálum og nú leiðir utanríkisráðuneytið vinnu við áætlanagerð í samræmi við þá stefnu sem að landhelgisgæsla og lögregla og fleiri aðilar koma að. Fyrir liggur að nú verði samningur og leigu á björgunarþyrlum Gæslunnar rennur út 2032 sem er bara mjög stutt í burtu og samhliða gerð landhelgisgæsluáætlunar er verið að greina mögulega kosti við framtíðar uppbyggingu þyrluflota Gæslunnar. Þá það markvisst að efla þekkingu starfsfólks Gæslunnar og öryggis- og varnartengdum verkefnum með því að taka virkan þátt í verkefnum í alþjóðlegu umhverfi, samstarfi, mönnun starfsstoða, menntun og þjálfun. Við þurfum að efla þátttöku kvenna í verkefnum Gæslunnar og við höfum markvisst verið unnið að því undanfarin ár.
Í haust mun Háskólinn á Bifröst í samvinnu við Gæsluna og Tækniskólann bjóða upp á leiðtoganám í hafsvæðastjórnun, 2 ára nám á diplómastigi sem veitir skiparéttindi á varðskip. Námið sem áður kallaði varðskipadeild er nú opið fleirum en bara skipstjórnarfólki og hefur ríkari skírskotun til breyttara heimsmynda, öryggis og varnarmála. Áður en ég kem með síðustu lokaglæruna að þá held ég að við höfum einhvern tíma í spurningar, ekki satt? Og ég vænti þess að það séu einhverjar góðar spurningar úr sal. Ef ekki, þá ég með nokkra spurningar bara fyrir ykkur. Já, mér sýnist við hafa tíma til að 2 mögulega 3 spurningar, þannig að mér sýnist hún Embla ætla að vera svo fyrsta til að verða fyrir kasti mínu. Maður er alltaf svolítið hræddur við að grípa svo ekki, það er svo neðalegt. Takk kærlega Auðun fyrir þetta verulega fróðlega erindi. Ég hafði þetta sé ekki gert með grein fyrir hversu fjölbreytt verkefni Landhelgisgæslunnar eru. Ég heiti Embla Oddsdóttir og er hjá Norðurslóðaneyti Íslands. Þú talaðir að það væri búið að bæta svolítið í og ráðherra sagði það áðan líka. Mér finnst nú líklegt að Landhelgisgæslan eigi sig samt sem áður einhvers konar óskalista. Ef þú ættir að forgangsraða og gæti fengið 3 hluti, alveg sama hvað þau kostuðu, hvað myndirðu vilja? Það er nú óskup einfalt í sjálfur sér sko. Efst á óskalistanum okkar og það sem við erum að leggja mestu áherslu á við stjórnvöld er að ljúka við uppbyggingu á þyrlubjörgunarsveitinni okkar, að fá 4. þyrluna og fleiri áhafnir þannig að við getum sinnt því hlutverki með eins miklu sóma og hægt er. Og þetta er bara lykilatriði. Annað atriði, númer 2, að það er að fullnýta skipaflotan okkar. Við erum með 2 mjög öflug og góð skip sem við erum að hálfnýta, því að við erum með 1 áhöfn á hvoru skipi en þyrftum að hafa 2. Með því að fullnýta þennan tækjakost, við erum þegar farin að fullnýta siguna hérna heima, flugvélina okkar. Þannig að þessi 2 atriði er svona lykilatriði til að fullnýta núverandi tækjakost. Og þetta er ekki stór peningar sem í þessu í raun og veru. Þarna værum við góðan ansi góðan stað. Kannski 3. atriði er raun og veru aukin nýting á tækni, gervitunglatækni, gervigreind, greiningu, öflugur samstarf við lögreglu og aðra viðbragðsaðila. Það er svona 3. atriði sem við þurfum að bæta verulega í. Og bara skulum hafa það í huga. Við erum að gera ansi velheldi í dag sem þjóð, en það vantar herslumuninn til að fullnýta tækin okkar og stíga skrefin í framtíðina með því að betur nýta nútíma þekkingu og tækni. Fleiri spurningar? Má ég biðja að fylgja aðeins betur eftir með þyrlu, framtíðaruppbyggingu á þyrlusveitinni. Viðbótar þyrla, það verið meðal annars rætt að staðsetja þyrlu hér og byggja upp. Getur aðeins fjalla betur hvaða mynd erum við að horfa á eftir 2032? Sko það er sjálfur sér ekki búið að marka, við erum ennþá í þessa stefnumótunar vinnu og eins og sagði áðan að þá er mikilvægt að það sé samhengi á milli fjárveitinga og áætlunar sem við erum að vinna. Þannig að við þurfum svolítið við erum að vinna þessa vinnu núna og ráðuneytið okkar er að leiða þessa vinnu. Það sem við viljum sjá við þurfum 4. þyrluna, við erum bara með 3 í dag og við erum með 7 áhafnir. Þetta þýðir það að það er svona 65-70% availability eins og við köllum það á 2 þyrlum. Til þess að ná 100% availability, ef við getum alltaf verið með 2 þyrlur til taks, þá þurfum við 4 þyrlur og að lágmarki 7 áhafnir. Og þá er orðið forsenda til að hafa eina vél út á landi. Við vitum það og því að við erum nú á Akureyri og ég vissi að þetta kæmi upp að Norðausturlandið, Norðurlandið, Austurlandið er bara ekki að fá sömu þjónustu varðandi þyrlubjörgun eins og aðrir landshlutar. En til þess að við getum stigið þetta skref þá verðum við að hafa tækjabúnaðinn og mannskapinn til að gera þetta. Og þarna bara vantar aðeins upp á, en það er jákvæð teikn á lofti og vonandi náum við í samstarfi við ráðuneytið okkar að berja þetta í gegn á næstu árum. Eftir 32, það er ómögulegt að segja, þá erum við að fjárfesta í þyrlum sem að vonandi, ef við ætlum að kaupa vélar sem eiga að duga til næstu 30 ára, til 2062 og þá þarf að hugsa vel hvernig við ætlum að hvernig svo fjárfesting á að vera.
Áslaug, ég rektor Háskólans á Akureyri. Takk fyrir bara þetta mjög áhugavert áhugaverður fyrirlestur. Mér langar svolítið að spyrja þetta eitt sem þú sagðir núna er Rússland ekki með í þessu samstarfi landhelgisgæsla. Hvaða áhrif hefur þetta svona bara á, ef það kemur eitthvað upp á, eða þú veist, hverju máli skiptir þetta í rauninni? Það skiptir kannski fyrst og fremst máli í því samhengi að Norðurskautsríkin séu vinni sem eitt. Það er kannski ekkert mikil rússnesk viðvera hérna á Íslandi, en þið funduðu bara þegar Rússar voru með í þessu samstarfi, þá voru allir í sama takt og þetta snýst bara samstöðu og ríkin vinni vel saman og þegar hér erum við að tala norðurslóðir, að Rússar bera ábyrgð á leit og björgun á stóru svæði stóru hluta af norðurslóðum. Það er bara mikilvægt að þessar þjóðir séu allar vinni saman og séu í takt. Já, takk fyrir. Ég heiti Njáll Trausti, Friðbergsson, þingmaður. Ég ætla ekki að tala til á Akureyri, það er búið að greiða og ég bara vona svo sannarlega að það sé hlutir og því sem er geipilega mikið að vinna sem er að fara í núna varandi þessa áætlun sem er að vinna núna varandi landhelgisgæsluna og væntanlega þarf að taka þessa ákvörðun innan 3-4 ára varandi framtíðarflota gæslunar, árinu fljóta að líða. En við langar kannski að það fara svo vítt og breytt í þessu, út frá svo mörgu. En mér finnst breytingin að verið í þessu málu sem við svolítið að ræða hér í dag. Þegar Harry S. Truman kemur upp að ströndum Íslands 2018 í september. Og eftir það, þú kannski myndir lýsa bara þessari breytingu, hvernig þetta áhrif á ykkur í ykkar störfum. Og við sjáum svona breytingar, ég held að sé fullu vilji, miklu meiri vilji núna til að gera vel við gæsluna heldur en var bara fyrir nokkrum árum og allir búin að átta sig á því ástandi sem er eða flestir, á því ástandi sem er í gangi. Það myndir lýsa bara breytingunni og starfsemi gæslunar, kannski frá 2018, síðustu 8 árum, bara þegar þetta fer alltaf flegi ferð. Megin breytingi líki í því sem ég birti hérna áðan sem eru áskoranirnar, þessi atriði, þessar fjölþáttaógnir sem við sáum ekki hérna áður. Þarna eru nýjar ógnir sem bara voru ekki áður. Þetta eru manngerðar ógnir sem eru núna að birtast upp, skuggaflota, fjarskiptaöryggi, ásælni í auðlindra hafsbotni og svo framvegis. Og svo er aukin viðvera hernaðlega skipa og loftfara hérna. Það er meiri krafa á okkur og við heyrum það bara að nágrannaríkjunum okkar að þau ætlast til þess að við stöndum okkur. Það er ekkert að vera að fljóta með í þessu. Við þurfum að skaffa upplýsingar skipaumferð, það sem er að gerast hjá okkur inn í þessa stöðumynd sem við erum að byggja upp hérna á Norður-Atlantshafinu. Þetta er kannski megin breytan. Svo þú nefnir að gera vel við gæslunar. Þetta snýst í raun og veru ekkert að gera vel við gæslunar. Þetta snýst það að gera vel við öryggi sjófarenda, landsmanna og fullveldi okkar á hafi. Við erum bara verkfæri í þessum leik. Mjög gott. Svo bara vil ég hafa þetta eins og þetta var þegar maður lenti í hádeginu og kom heim og lenti út á velli og sif á Akureyrarflugvelli og þyrla á hafnarkantinum og skip í höfn. Þannig að svona vil ég bara hafa þetta hérna á Akureyri. Við líka. Já, sæll takk fyrir þetta. Ég heiti Páli og er lögreglustjóri hérna í umdæminu, Norðurland eystra. Mér langar aðeins að taka þetta skrefinu lengra, þessa spurningu og umræðum þyrluna hérna á Akureyri staðsetta og velti fyrir mér bara hreinlega starra skrefi og hvort að svona kannski svona framhaldi af þessu spurningunum óskalistaðin og allt þetta. Ég meina það stendur í raun ekkert í vegi fyrir því að færa allt flugrekstrarsvið Gæslunnar til Akureyrar og hafa kannski bara eina þyrlu staðsetta í Reykjavík. Það væri alveg hægt að snúa þessu við svona samræmi við alla umræðu það að það sé ekki skynsamlegt að vera með öll ekki í sömu körfunni, álagið og Reykjavíkurflugvöll og allt þetta. Ég meina þetta er möguleiki, ekki rétt? Þetta er klárlega möguleiki og ég held að við eigum þegar við erum að velja þessum tækjum okkar staðsetningu, hvort sem það er Akureyri, Reykjavík, Egilsstaðir eða hvar sem það er, við eigum að fara eftir þörfinni, við eigum að kortleggja, við eigum að lesa gögnin, við eigum að finna út hvar eru þörf á sjúkraflutningum, leit og björgun og við eigum að staðsetja tækin okkar með það. Þetta var ekkert að fara eftir neinu öðru í raun og veru. Auðvitað eru ákveðin kostur við að vera Reykjavík og sömu leitu upp á innviði og mannskap og fleira en við eigum að horfa á þörfina fyrst og fremst og þarna koma
miklu fleiri aðheldur en við. Þetta er heilbrigðismál, þetta er löggæslumál, þetta er stuðningur við lögregluna, flutningur á sérsveit, þetta er svo mörg atriði sem koma þarna inn í og það þarf að horfa á alla þessa þætti þegar verið er að velja þessum tækjum stað. Akureyri bara alla flottaninga ef það er best. Já, sæll Auðun og takk fyrir þetta. Víðir heiti ég og mér langaði bara mest vanta aðeins inn í þessar upplýsingar hjá þér þó að hafi nú verið yfirgripsmiklar en það er eftirlitið með okkur sjálfum og þá er við eftirlitið hjá Landhelgisgæslunni með íslenska fiskiskipaflotanum. Hefur það nokkuð orðið útundan í öllu þessu hernaðarbrölti? Það hefur ekki orðið verulega útundan en það er klárlega flóknara með öllum þessum verkefnum, öllum þessum æfingum sem við erum að taka þátt í. Aukinni loftrýmisgæslu og aukinni kröfum viðveru þar, auknu sjúkraflutningum. Það er verra, já það er meiri áskorun fyrir okkur að sinna okkar lögbundnu verkefnum eins og eftirliti á hafinu heldur en var áður. Við höfum minni tíma í það. Við erum að fara að borða í svona 220-250 skip til eftirlits á hverju ári en á sama tíma þá er þetta líka gjörbreyst. Við erum að framkvæma eftirliti miklu meira með fjareftirliti í dag, með eftirliti með gagnagrunnum og gögnum sem eru í gangi. Þannig að, og sem betur fyrir þá eru íslenski sjófarendur almennt mjög heiðarlegir og það er lítið brot og ég held að það sé ekki út af því að við séum að sinna eftirlit og lítið, heldur bara að það er fólk, íslenski sjómenn er að bera virðingu fyrir regluverkinu og auðlindum okkar. En við höfum minni tíma í að sinna þessu heldur en áður, klárlega. Þurrausinn. Það er englæra eftir að því að mér var kennt að ég ætti að hafa lokaorðið í fyrirlesturum og ég ætla að gera það. Öryggi á norðurslóðum er ekki sjálfgefið. Öryggi er afleiðing ákvarðana, eins og við rættir í dag. Við höfum ákveðið að vera virk, ábyrgu þáttakandi í alþjóðlegri samvinnu sem leiðir til öryggis á norðurslóðum. Gæslan er einn af hornsteinum öryggis okkar, eins og kom fram í máli ráðherra áðan, fullveldis og alþjóðlegs trausts. Með því að standa undir skuldbindingum okkar styrkjum við bæði eigin öryggi og bandalagi sem við treystum á. Og það er ágætt að hafa í huga að ábyrgð er ekkert endilega byrði, hún er forsenda trúverðugleika okkar. Takk fyrir. Kæra þakkir Auðun. Nú ætlum við að gera eitthvað aðeins öðruvísi áður en við fáum ykkur kaffi og við ætlum að fá að kynnast Töre í gegnum upptöku af honum sem mér sýndist að var einn af þeim sem var að myndinni í Húsavík og hann er samhæfingarstjóri leit- og björgunar aðgerða hjá sameiginlegu leitar- og björgunar stjórnstöðinni í Búdö í Norður-Noregi og við ætlum að fá að heyra aðeins frá hans veruleika aðnefni. Hello, I hope this video finds you well at the seminar in the beautiful... Hello, I hope this video finds you well at the seminar in the beautiful Akureyri. Let me introduce myself. My name is Tore Hongset and I work as a search and rescue mission coordinator at the Joint Rescue Coordination Center in North Norway. I represent the Norwegian Search and Rescue Agency in some international forums. I'm currently the chair of the SAR expert group in the EPPR working group under the Arctic Council, and I'm also a member of the Norwegian delegation to the Arctic Coast Guard Forum. Speaking of Coast Guards, I must take the opportunity to congratulate the Icelandic Coast Guard with the 100 years anniversary this year. I wish you all the best for the next 100 years. I'll say a few things to you regarding search and rescue and how that is between Iceland and Norway. It is of course known for you all that we share a search and rescue region border, and the areas in which we have our search and rescue regions are troublesome SAR areas. We face unpredictable and violent storms. We experience dark and long winters, including periods with lack of daylight, with polar lows, with icing conditions and whatnot.
In addition to this, due to the actual size of the search and rescue regions, we recognize that one might also get into situations where communications are challenged. One significant thing for us on the Norwegian side is that the Norwegian island Jan Mayen, in fact, is inside the Icelandic SRR. So if a maritime or aeronautical search and rescue incident should occur close to Jan Mayen, it will be coordinated by the Icelandic SAR services, namely the JRCC in Reykjavik. We have some other challenges in common between Norway and Iceland, namely a notable increase in activity in our remote areas. Some fisheries seem to migrate further north. The ice is retracting on a large scale, opening up for new passage possibilities for an increasing number of transport ships, for instance through the Northeast Passage. There is an increasing number of tourist-related vessels, both large passenger ships but also smaller expeditionary yachts, striving to find that desolate spot and that special experience for the customers that no one have had before them. Needless to say, more activity challenges our national SAR systems. The further away our potential customers venture, the longer the transit time for our SAR assets, and the more hours are being spent to complete a SAR operation. It is not uncommon to read about SAR operations that go on for over 24 hours just in order to maybe evacuate one single person from a remote position. Both Iceland and Northern Norway has a limited number of SAR assets. We also have a limited number of what we could call SAR infrastructure, namely harbors, airfields, fuel depots, hospital beds, and the like. Any medium or large SAR incident would be hard to solve only using own resources, and I think it is, for that reason, very important for all neighboring rescue coordination centers to both discuss this item but also train on scenarios where we will have to reach out to the other side of the search and rescue region, asking for support from our neighbors of some kind. We do have a search and rescue agreement between Iceland and Norway, signed in 1992, although it is not a very detailed one, so it could perhaps be beneficial of a revision. In order to make our cooperation as good as possible, maybe it could be interesting to increase the sharing of search and rescue related information and general situation awareness in the areas we do have in common. Also, in this area of new technologies, we see more and more systems based on satellite communications, drones and other sensors. And quite a lot of this makes it easier for us all to collect and share data, for instance, on ice conditions or predicted weather patterns. I do have the privilege to collaborate with Icelandic colleagues through the work we do in the EPPR SAR expert group. This working group has its mandate through the agreement on the maritime and aeronautical search and rescue in the Arctic. And from time to time, the search and rescue expert group does propose various projects that can give added value to search and rescue operations in the Arctic. One item that we have recently started to discuss is whether one should explore the possibility to create a common platform for all Arctic RCCs that can give a shared operational picture for use in a search and rescue scenario where we have assets from multiple countries interacting. Normally, interactions between RCCs are good, but we do not have a common platform to share data and plots for a SAR incident. Interoperability and information between SAR assets on a tactical level is another issue. This issue, though, is being addressed regularly by the Arctic Coast Guard Forum through tabletop and live exercises. Search and rescue is by nature agnostic when it comes to politics and values. Through international agreements that we are committed to, SAR workers do their best and sometimes risk their health and life to save others' lives. The work is done regardless of the nationality, the religious beliefs or the social background of the distressed. And this activity has been easy to conduct in our part of the world where we for quite some time now have lived under balanced circumstances. But these days there are more talk about search and rescue in times of tension and war than in a long time. There are several international regulations that touch upon the various challenges that might occur when one has to conduct a search and rescue operation in a scenario of conflict or war. Just a few weeks ago, the Norwegian SAR agency delivered a report to our Ministry of Justice and Public Security that addresses this issue seen from Norwegian perspective.
I think it might also be valuable to have a discussion between nations related to these common challenges. I guess you probably have heard sometimes the expression, may you live in interesting times. It's actually an English expression that is claimed to be a translation of a traditional Chinese curse. The expression is ironic, interesting here, meaning times of trouble. Despite being so common in English as to be known as the Chinese curse, the saying is apocryphal and has no actual Chinese source being produced ever. But I would rather like to take a positive approach to the word interesting here and not focus so much on all the trouble and gloom. Instead, I'd like to point out that what we mostly see here is interesting developments, especially technologically. New sensors, new data, faster computing possibilities, we see new communication methods, even AI is something that we now discuss on a daily basis. I had a Canadian instructor for my search planning education back in the day, and he always looked positively on new technology, saying that one day all this tech will help us take the S out of search and rescue. Thank you for your attention. Nú býð ég ykkur í kaffihlé sem að getur, við höfum tíma fyrir svona rúmlega 12 mínúta kaffihlé. Ég veit að ég segi 12 mínútur en það sem ég meina að það væri gott að fá ykkur aftur í sætin 5 mínútur yfir. Takk hérlega. Já, og veitingarnar eru bara við dyrnar uppi.
Ég ætla bara að hefja næsta myndband. Það barst okkur frá Kathy Newm sem er framkvæmdastjóri viðbragðssviðs hjá kanadísku strandgæslunni ásamt því að vera formaður Kanada í vinnuhóps Norðurskautsráðsins um leit og björgun. Good day, and thank you for the invitation to contribute to this important discussion on search and rescue in the Arctic. My name is Kathy Nim, and I serve as the Director General of Response Programs at the Canadian Coast Guard, as well as Vice Chair and Head of Canada's delegation to the Arctic Council's Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group. I would like to begin by acknowledging the territories and ancestral lands on which we gather. I am speaking to you from Ottawa, on the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin people. As I'm joining you on a virtual platform, I invite each of you to take a moment to recognize the land, sea, and sky in your own region, and to honor and recognize the rich histories and cultures of the Indigenous peoples who have been stewards of these lands for generations. This recognition reaffirms our commitment to local Indigenous peoples and their cultures, and to strive for a more inclusive and equitable future together. It is always a pleasure to join partners and colleagues dedicated to strengthening Arctic search and rescue. Today, I would like to begin by focusing on three themes: the operational realities of search and rescue in the Arctic, the importance of cooperation, and the emerging factors shaping our shared future. Search and rescue in the Arctic is complex and continually evolving. While the Arctic is not a monolith, the challenges related to search and rescue operations are shared across Arctic nations. Remoteness, limited infrastructure, extreme weather, and the sensitivity of the environment are challenges we all face. These are not abstract issues. They are daily operational constraints that shape how quickly and effectively we can respond. These challenges are further complicated by geopolitical and economic interests, along with climate change, which is accelerating at a faster rate than anywhere else on the planet. The resulting increase in maritime traffic, scientific activity, and resource exploration means more demand for search and rescue services in a complex and remote operational region. In short, more activity, more risk, and more pressure on our collective response systems. In Canada, the Canadian Coast Guard, along with the Canadian Armed Forces, provides search and rescue coverage 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, along 243,000 kilometers of coastline, the longest in the world. Our responsibilities span major inland waterways, including the Great Lakes, as well as the Pacific, Atlantic, and Arctic Ocean. We respond nearshore, midshore, and offshore, often across immense distances and in difficult conditions. What makes our delivery successful is not only our assets and personnel, it is our commitment to coordination and partnerships. At the national level, our system brings together the Canadian Coast Guard, the Canadian Armed Forces, and a network of provincial, territorial, municipal, and community partners. Thousands of community-based volunteers, particularly in remote regions, play a pivotal role. Most often, when an incident happens in a remote area, the first responder is a local community member. Supporting these responders and ensuring their safety is central to our approach. This model is especially important in the Arctic, where strong partnerships with northern and Indigenous communities are critical in supporting our capacity to respond. Their knowledge, situational awareness, and leadership are indispensable to effective search and rescue operations. The same principle applies internationally. Shipping is inherently global. Vessels cross oceans and exclusive economic zones every hour of every day. When an emergency happens, when a vessel is disabled, when a crew member is injured, and when a distress call is issued, the incident does not respect borders. Search and rescue unfolds according to weather, ice, and time, not lines drawn on a map. Nowhere is this more evident than in the Arctic. The region's extreme cold, unpredictable ice, limited infrastructure, sparse population creates operational challenges unmatched anywhere else. A single incident can span hundreds of nautical miles, involve multiple jurisdictions, and require specialized capabilities. No Arctic nation, on its own, has the full capability to respond to every scenario. Search and rescue responsibilities in the Arctic are divided between the 8 Arctic states: Canada, the Kingdom of Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, and the United States. Our shared reality
is why cooperation in the Arctic is not optional. It is essential. This is why Canada, along with the other Arctic nations, signed the Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic in 2011. And this is why we actively contribute to search and rescue collaboration through the Arctic Council's Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group and the Arctic Coast Guard Forum. Canada also works bilaterally with partners like Iceland to further strengthen coordination, share information, and improve how we operate and cooperate across the Arctic and North Atlantic. The letter of intent signed last year by the Canadian and Icelandic Coast Guards reflects our shared commitment and mutual interest in turning cooperation into practical activities like joint exercises, training, and operational planning. These are not symbolic gestures. They are operational commitments that directly improve our readiness. At its core, search and rescue is humanitarian and is all about saving lives. Successful outcomes depend on speed, coordination, and unity of effort. It is this shared purpose that brings Arctic states together. When a life is at risk, cooperation becomes instinctive. Looking ahead, several factors are shaping the future of search and rescue in the Arctic. Climate change will continue to drive the need for innovative, modernized, and more adaptive approaches that can help keep pace with the demands for search and rescue services. We will need to anticipate, not just react to, changing patterns of activity and risk. Our commitment in Canada to reconciliation with Inuit, First Nations, and Métis communities will also continue to shape how we deliver services and support approaches that are developed in the North, by the North, and for the North. This is not only a policy direction, it is a practical necessity for effective operations. Strategic cooperation and collaboration through local, national, and international mechanisms will continue to strengthen our preparedness, predictability, safety, and security through exchanges of experience and expertise, and help reinforce our operational readiness in how we deliver search and rescue. Lastly, technological advancements are changing the landscape. Satellite-enabled distress alerts, improved connectivity, and emerging tools like remotely piloted systems are improving how we detect and respond to incidents. And these advancements also bring new complexities, more alerts, more data, and a growing need for better integration across systems. Technology will not replace coordination. It will make coordination even more essential. The future of search and rescue is not just about more capability. It's about greater coordination and collaboration. It is about ensuring that our systems can work together across jurisdictions and that information can flow quickly and that we're able to adapt as risks evolve. It also means continuing to invest in partnerships at the community level, nationally, and internationally. Because in the Arctic, coordination and collaboration is not optional. It is essential. Canada is committed to working with Iceland and other partners to strengthen search and rescue across the Arctic. By combining operational experience, trusted partnerships, and innovative approaches, we can continue to support the safety, security, and prosperity of people living and working in the North. And conferences like this one play a vital role by bringing together practitioners, researchers, policymakers, and community leaders to share insights and strengthen the collective knowledge that underpins our work. Thank you again for this opportunity to contribute to today's discussion. Glæsilegt. Verst er að við getum ekki spurt þig frekari spurninga, en næsta upptaka þykir mér voðalega tímanleg í ljósi samningsins okkar Íslendinga og Evrópusambandsins í gerðarmálum sem hann Þorbjörn minntist á. Það verður hjá honum Antonio Roya sem er verkefnastjóri hjá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem vinnur að gervihnatta leiðsögn, neyðarsamskiptum og tækniþróun í leit og björgun. Og hann mun fjalla endursendingaþjónustu Galileo kerfisins.
Bogodan Dahin. My name is Antonio Rolla. I work at the European Commission in the unit in charge of satellite navigations. At the European Commission, I'm in charge of the search and rescue service of Galileo, which is a contribution of Galileo to COSPAS-SAT international system in its what we call MEOSAR transition. In the next few minutes, I will give you the public service perspective, what we are doing today and what we are preparing for the future in support of SAR operation, in particularly for the Arctic. And yes, you will hear about Galileo, but also about other European initiatives like Copernicus, which is an obvious helper in the SAR operation, in particular in remote and hostile regions. My presentation is openly public service biased, because we strongly believe that search and rescue activities should rely on services that are reliable, continuously available, and guaranteed. We absolutely welcome private actors. They bring innovative and very useful capabilities, but in our view, they should be an added layer of support, not a replacement for a solid backbone backed by nations worldwide. On that backbone, Galileo is the major contributor to COSPAS-SAT MEOSAR configuration, which is the evolution from LEOSAR in low Earth orbit and GEOSAR with geostationary satellites. We provide a constellation of 26 satellites, 2 recently launched, which are under testing, 4 ground stations, and a network of calibration and reference beacons, some of which are very close to Iceland to ensure the coverage at high latitudes. MEOSAR enables near instantaneous detection and location and rapid distribution of alerts to the responsible rescue coordination centers. Not long ago, a person activating a COSPAS-SAT beacon could only send a message and then wait with no idea whether anyone had received it. In January 2020, Galileo opened the return link service, which sent back a confirmation to the beacon owner that the alert has been detected and localized. It's a huge moral boost for survival situations. But that's not all. The return link service is also the backbone of future evolution that will allow to improve further the rescue effectiveness. Together with COSPAS-SAT, the Galileo program is developing the two-way communication, which is based on a predefined set of question, answers, and instructions. How it works. After a beacon is activated, the RCC will be able to send questions or messages to the person in distress. Access to the two-way communication service will be straightforward. The authorized RCC operator will connect to a secure web interface where they can see the activated beacons, the list of questions with the status, sent, received, time tag, and the received answers. Importantly, the service is language agnostic. The same dataset is presented on the selected language on the RCC interface and on the beacon side. For example, an Icelandic RCC operator can send questions to an Italian person holding a beacon, like could be me, and I will understand. So there will be no lost in translation. This service is key for improving situational awareness and making search and rescue preparation more effective. The pilot phase will start very soon, and we invite Icelandic RCCs to contact us if they want to be the first beta tester of the service. We have designed the list of questions and instructions to cover as many environments as possible. But an extra pair of eyes from rescuer who knows the far north real-life environment will be extremely valuable. In addition to the two-way comm, we are also investigating additional features, such as the possibility for an RCC operator to activate a distress beacon
in certain scenarios. For example, an overdue vessel or an aircraft disappearance like a Malaysian Airlines MH370 or a lost hiker. Another idea under study is the possibility to share the position of an activated beacon in an area surrounding the alert via the Galileo navigation message as a resilient option when other radio communication technologies fail. In parallel, we work to provide a web interface building on the one developed for two-way communication to display all alerts coming from Cospasarsat and provide also access to additional features proposed by the European Union like Copernicus services. And here I have to open a parenthesis on Copernicus. A quick visit to the Copernicus Arctic Hub gives a flavor on the impressive number of tools available to support emergency preparedness and response for the Arctic regions. The list is long: near real-time satellite imagery and the right product for sea, ice, iceberg condition, ocean information, waves, current, winds, maritime situational awareness, volcanic ash monitoring, on-demand mapping for major events, flood, wildfire, landslide, you name it. Leveraging this rich set of data enables SAR to evolve from a detect and react model towards a more systematic monitoring and anticipation. Going back to Galileo, the future is already here with innovative functionalities, such as the navigation message authentication, a unique anti-spoofing feature highly relevant to SAR, or the high accuracy service, allowing a decimeter level positioning accuracy. Both of them are already operational. All services of Galileo are designed for global coverage, including the poles, are public, guaranteed, free of charge European services, not dependent on a subscription or a private business model that might change. And that brings me to emphasize the importance of having a solid backbone of services for SAR operations based on public, reliable infrastructure. Commercial satellite messengers are extremely useful, but they are not sovereign systems. Their terms, coverage, or functionality can change, including for geopolitical reasons. In the Arctic, that's not a theoretical risk, it's a planning factor. Já, það er bara þannig. Glæsilegt, herðu, næst vil ég bjóða einhverjum sem hefur örugglega margt þetta gervihnatakerfi að segja og það er hann Hrafnkell Gíslason, forstjóri fjarskiptastofunnar sem fer með stjórnsýslu fjarskiptamála og netöryggis á Íslandi og mun fjalla þróun fjarskipta fyrir leit og björgun. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Hrafnkell Gíslason, ég er forstjóri hjá Fjarskiptastofu. Það er saman mér í vatn. Ég vil þakka fyrir þetta boð að fá að koma og vera með ykkur hér í dag og ræða þessi mál sem mér eru mjög ofarlega í huga. Þakka Varbergi fyrir það að skipuleggja þetta. Það eru ýmsir horn að líta hvað það varðar og öllum öðrum sem að þessu hafa komið. Nú, staða, þróun og sviðsmyndir fyrir fjarskiptanet neyðar- og björgunaraðila. Til hvers eru þessi fjarskiptanet? Það má kannski segja það að þessi fjarskiptanet eru oft límið í þessari starfsemi, svona eins og súrefnið hér á milli okkar sem við sjáum ekki, en ef það væri ekki til staðar þá verður nú ekki gaman að vera hér. Það er sama með fjarskiptin, þau eru afskaplega mikilvæg, þau eru kannski ósýnileg, en þau svona halda starfseminni saman og búa til þessa heild sem við þurfum á að halda til þess að ná árangri sem við þurfum undir mjög krefjandi kringumstæðum. Ef ég fer aðeins í þessa stöðu varðandi landsdekkandi radíókerfi, Fjarskiptastofa hefur
tvennslags hlutverk, það annars vegar varðandi netöryggismál og hins vegar varðandi fjarskiptin. Og varðandi fjarskiptin þá höfum við líka með tíðnistjórnun landsins að gera. Við erum með tetrakerfi sem með samning við Byrgja til 2032 sem við fyrirtækið öryggisfjarskipti sem síðan grundvöllurinn undir neyðarlínuna og svo framvegis. Þetta kerfi landsdekkandi, ykkur rúmlega 200 sendastaðir á landinu til þess að gera góða útbreiðslu á lágri tíðni. Þetta kerfi þjónar ágætlega tilgangu sínum í dag að mörgu leyti, en það eru hins vegar svona framtíðarþróun eins og gagnahraði og ýmislegt fleira sem ég kem inn á eftir sem við þurfum að skoða í samhengi við tetrakerfið. Nú, síðan höfum við radiokerfin, önnur radiokerfi í landinu og þeim að fækka verulega. Það er verið að loka GSM-kerfinu, það búið að því, það er verið að slökkva á 3G eins og það hefur kannski orðið vör við í fjölmiðlum, það er búið að slökkva á langbylgjunni og líklega verið slökkt á sjónvarpinu í greiðunni eða það sem við kallum DAB-T innan tíðar. Eftir standa, eftir því hvernig talið, 3 til 6 radionet á landsvísu. Það eru 4G-kerfin, það eru 5G-kerfi, það er FM og síðan þá arftæki tetra eða tetra og síðan þessi sérhæfðu radiokerfi eins og hann var að tala hérna frá Galileo áðan. Það eru alls konar kerfi fyrir flug og siglingar aðalega, WAF-kerfi, AES, talstöðar og svo fleira og fleira. En punkturinn sá að við erum að setja við erum með færri og færri net og við erum að setja, eggin okkar í færri og færri körfur. Þetta eru mjög öflug net, nútímaleg og yfirleitt eru íslensku fjarskiptanetin mjög háþróuð og nútímaleg. Við erum að fara að loka kópalínukerfinu líklega á næsta ári, fyrst þjóða líklega í Evrópu. Við erum fyrst þjóða í Evrópu að loka GSM og 3G. Þannig að kerfin okkur eru að mörgu leyti mjög háþróuð, en tetra það kannski ekki. Nú, það er mikilvægt í þessu samhengi varðandi að búa til landsdekkandi kerfi að meginkostnaður við útvíkkun eða byggja upp kerfi liggur í radiokerfinu á landsvísu. Það er kannski ekki mjög mikið mál að búa til dekkun fyrir 90% af landsmönnum og svona þessi helsustaði, en að fara alla leið í uppbyggingu á kerfi, það sem við verðum með góða dekkun alls staðar og öllum heimilum, á stofnvegakerfinu, út á hafið og svo framvegis, það er verulegur handleggur. Og í þessum markaðsdrifnum kerfum erum við með líklega eitthvað 750 sendastaði í þessum kerfum. Margir þeirra eru til þess að ná upp afkastagetu, ekki dekkun, en sumur eru bara fyrir dekkun. Bara sem dæmi í stofnvegaverkefninu sem við köllum, þar sem verið að tryggja óslitna þjónustu á stofnvegakerfinu. Það er 98% dekkun í dag. Þessi 2% sem upp á vantar kosta 2 milljarða. Þannig að það er mjög dýrt að fara allra síðustu metrana í svona uppbyggingu. Nú síðan eru að koma inn þessi stöðluðu hárhraða gervitunglakerfi sem verða sífellt aðgengilegri og ég ætla að fara betur yfir það á eftir. Nú tetra er einhver 30 ára gömul tækni. Eins og ég segi, alveg ágætt tækni fyrir sína parta og hefur þjónustað okkar mjög vel og mun væntanlega gera það í nokkur ári viðbót. En ég held að við séum komin á þann stað að þurfa að skoða hvað tekur við. Flestar Evrópuþjóðir eru komnar af stað með það verkefni. Margar hafa valið þessa svokölluðu 5G-tækni sem byggir á þessu staðli sem heitir 3GPP. Nú Noregur, Svíþjóð og Finnland eru komið vel á veg með þetta, fer yfir það betur eftir. Þannig að við erum á þeim stað að við þurfum að taka ákvörðun varðandi þessu umbreytingu og þess vegna gladdi það mig mjög mikið þegar dómsmálaráðherra sagði að setja á stað þennan vinnuhóp til þess að huga að þessum málum. Það er alveg gríðarlega mikilvægt. Nú það er búið að hugsa þessi mál allt frá 2020 hjá Fjarskiptastofu. Við höfum verið með samráð tíðninotkun, öryggisfjarskipti og ráðuneytin hafa tjáð sig það að taka frá tíðnir fyrir notkun neyðar- og björgunarkerfis þá á farnetstíðnum. Þessar tíðnir
eru ætlaðir fyrir farnetskerfi og til að gera langa sögu stutta þá gáum við út tíðniheimild 2022 til öryggisfjarskipta út af þessu einmitt þjóðlega verkefni og sömulegis til að gera aðra langa sögu stutta þá var þessi tíðniheimild undir endurútgefin 25 þar sem að öryggisfjarskipti halda tíðnileyfinu en bakka út úr þjóðlega verkefninu af vissum ástæðum. Nú, það er verið að breyta fjarskiptalögum og þar er meðal annars komið nýtt ákvæði það sem Fjarskiptastofu falið að tryggja tíðniafnot ríkisins vegna almannahagsmuna og þjóðaröryggis. Og svona kerfi eins og kerfi neyðaraðila er klárlega slíkt kerfi, þannig að ríkisvaldið og Alþingi er að þá stíga dálítið þungt til jarðar það hvert á að fara. Og sömulegis er bæði í nýjum almannavarnalögunum og gömlu lögunum líka talað að samhæfingarstöð og viðbragðsaðilar skuli hafa aðgang á óháðu og aðskildu neti frá almennum fjarskiptakerfum og með eigin neyðarafli eða varaafli sem er gríðarlega mikilvægt. Þannig að þessi kerfi þurfa að vera örugg í rekstri og sömulegis getur ráðherra falið aðila í opinberri eigu rekstur slíkra kerfa. Nú, það er ákveðin skörun í þessu samtali við reksturinn á neyðarsímsvörunina í númerinu 112. Í 97. grein fjarskiptalaga segir að berist símtal í 112 skal það net sem nemur það símtal afgreiða það nánast skilyrðislaust. Og ef við förum yfir í 5G net í staðinn fyrir Tetra, þá erum við komið með öruggt net til þess að taka á móti 112 símtölum á landsvísu. Og það hefur lengi verið kallað eftir því að farsímakerfin verði neyðarkerfi almennings líka, öryggiskerfi almennings. Það er ekki þannig skilgreint í lögum í dag. Þannig að ef við færum þessa leið, þá myndum við sem kaupbæti fá það fyrir alla landsmenn á landsvísu að við verðum með örugt kerfi fyrir 112 símtöl á landsvísu. Mjög mikilvægt. En hvers vegna skildum við fara út í þessa breytingu að færa okkur frá Tetra smá saman yfir í farnetskerfi. Nú, við erum með ýmsar þarfir sem að Tetra leysir ekki í dag eða er að það er ákveðnar ógnir sem steðja Tetra. Við erum að horfa á háhraðatengingar, að fá svona ástandsvitund á vettvangi og fá þá upplýsingarnar á staðinn í gegnum þessi fjölmörgu upplýsingakerfi sem að ég vissum að Gæslan og Landsbjörg og allir hafa. Slökkviliðið, ég veit ekki hvað, fá teikningar, geta fengið þetta allt á staðinn í gegnum þessi kerfi sem eru þá hraðvirk og traust. Nú öryggið, rekstraröryggi, afgangsöryggi, alls konar dulritun og fleira. Tetra byggir á tiltölulega gamalli tækni varðandi dulritun. Það er spurning hvernig skammtafræði tölvurnar fara með þá dulritun, ég veit það ekki alveg ennþá. Nú útbreiðsla er gríðarlega áskorun í Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur yfir Íslandi og hafinu í kringum Ísland og þá kemur þessi samþætting á milli landsbundinna kerfa og gervitunglakerfa inn í myndina sem ég tala á eftir. Nú síðan er líka samþætting á alls konar upplýsingakerfum. Þessi kerfi eru stöðluð, þau byggja á stöðlum internetsins, TCP/IP, þannig miklu auðveldara að samþætta alls konar upplýsingakerfi og fjarskiptakerfi saman í eina heild ef við förum þessa leið inn í þessi nýju kerfi. Nú búnaður sömulegis er að koma mjög sterkt inn, staðlaða búnaður. Við erum með alls konar framleiðendur sem er að framleiða þá vottaðan búnað inn á þennan öryggisgera. Ég var á heimsýningunni Mobile World Congress í síðasta mánuði og það voru margir framleiðendur farnir að framleiða svona búnað sem myndi sæma sig vel utan á þínum fólki hérna í lögreglunni. Sterkbyður, traustur, vottaður, öruggur búnaður sem þolir jafnvel vonandi íslenskar aðstæður, allavega norskar til að byrja með. Nú gervigreindin er að koma mjög sterkt inn í þessi net. Í 6G verður gervigreindin innbyggðin í netin. Það þýðir það að gervigreindar svörunin kemur þá nánast úr radiokerfinu en ekki einhverjum gagnaverum út í heimi með lengri svartíma. Og alls konar stýringar varðandi dróna og hópa sem að koma inn í þessi kerfi og verða svona hluti af stýringunum í þessum framtíðarkerfum. Og auðvitað snertir þetta þjóðaröryggi okkar í stöðu heimsmála. Notendur af þessu kerfi eru almennt séð borgaralegir aðilar, en þetta er líka notað af
af hermála yfirvöldum, þannig að öll þessi fjarskiptakerfi, hvort sem þetta kerfi eða önnur, eru grunnurinn undir þau, varnarkerfi, varnarfjarskiptakerfi sem að flestar þjóðir hafa. Þannig að þessi yfirfærsla sem við erum að horfa á varðandi þessi farnet, hún tengist þjóðaröryggi og hefur áhrif á þessu stöðu okkar í heimsmálunum í dag. Nú, við erum á fleygiferð í þessari þróun á farnetunum. Menn kannski skilji ekki öll þessi G, 1G var NMT og svo GSM var 2G og svo 3G og þessi kerfi erum að leggja af og eftir standa þá 4G og 5G og síðan 6G handa við hornið. Allt byggir á sama staðlinum. Við erum að vinna að því á Íslandi að uppfæra þessi íslensku net yfir í það sem heitir fulla 5G-virkni, það heitir á fagmáli standalone. Það tekur talsverðan tíma, það mun bjóða okkur meiri hraða og ýmislegt fleira. Það mun líka bjóða okkur upp á svokallaðar netsneiðar. Kem betur á því og eftir. Nú þróun yfir í 6G hafin. Þar verða þessi dreifikerfi á landi samhæfð við gervitungl. Þannig að gervitunglin sem að svona bráðlega fari í virkni munu uppfylla þennan staðal sem ég nefndi áðan, 3GPP. Þannig að síminn með ákveðnum hætti getur talað beint við gervitunglin. Það er kallað direct to device eða D2D. Það er að segja útbreiðsla aðstæðar. Fer betur í það og eftir. Þar gervigreindin verður innbyggð, meiri hraði og lægri töf, meiri nákvæmni í staðsetningu. Við erum að fara að tala niður í sentimetra staðsetningu jafnvel. Og síðan þessi stýring á miklum fjölda tækniteknikum dróna. Þannig að þessi tæknikerfi að fara að koma til móts við ýmislegt af því sem að neyðar- og björgunaraðilar þurfa á að halda bæði í landbundukerfunum og sömuleiðis geri ég fastlega ráð fyrir í þessum gervitunglakerfum sem þá samhæfð við þetta. Nú við erum að horfa fram á það að þessu fyrstu 6G-net að fara í rekstur erlendis 2030 og á þessari heimsýningu Mobile World Congress þá alveg ljóst að það mjög mikil þungi í þessu samtali 6G og sömuleiðis varðandi það að tengja þessi kerfi saman við gervitungl. Þannig að þetta ekki einhver svona loforð sem bara á tekniborðunum. Þessir aðilar eru beinlínis að vinna þessu. Ég fór á einhverja fundi með gervitunglafyrirtækjunum, allir að tala þetta og hafa mikinn áhuga á Íslandi. Hafa mikinn áhuga á norðurslóðum og öll þessi norðurslóðu umræða hefur sannarlega stimplað sig inn hvað það varðar. Þannig að við megum búast við því að frá þessum viðskiptalegum aðilum, stóru viðskiptalegum aðilum, þá verði dekkun hér á norðurslóðum. Ég veit nú ekki alveg hvort það fer norður fyrir Spitsbergen eða Svalbarða eða þar, en það má gera ráð fyrir dekkun hér á þessu svæði sem er gerbylting frá því sem við höfðum hér áður og fyrr. Nú aðeins þessar netsneiðar í 5G-kerfunum þetta búa til svona í raun og veru undirnet sem að hafa skilgreind þjónustu og gæðaviðmið og það er að tryggja ákveðnar svona, forgang og fleira og það er þá bara spurning hvaða þjónustu kaupandinn vill kaupa af þessari netsneið. Og það getur þá verið netsneið fyrir almannavarnir eða fyrir einhvern arftaka tetra eða ef orkufyrirtækin vilja fara þarna inn eða svo framvegis. Þannig að það er þá bara spurning í þessari tækni, hvort sem hún voru keypt af fyrirtækjum á markaði eða hvort að þetta bara komið sér upp eigin neti, hvernig við höldum utan þessar netsneiðar. En tæknin að þróast í þessa átt. Nú aðeins meira gervitunglaþjónustuna. Við erum með svona 3 megin hæðir sem gervitungl fljúga í. Miðbaugur, það 60.000 kilometrar yfir miðbaug. Geislinn hér sem kemur upp á Ísland svona norðarlega er á mjög lágri gráðu. Þannig að skilyrðin hér eru ekki góð endilega fyrir miðbaugsþjónustu þó að þjónustan sem slík ágæt, stóran disk
og það alls konar skuggasvæði út á fjöllum og fleira. Hins vegar að koma inn þessi lágfljúgandi og milliháfljúgandi kerfi sem gerbreyta þessari mynd. Þau eru miklu lægra fljúgandi en þessi miðbaugskerfi og það gerbreytir myndinni. Við erum að tala það í dag, eins og við þekkið væntanlega, að með Starlink eða Globastar og það eru fleiri aðilar á þessu markaði, þá getum við fengið gagnasamband, mjög þokkalega gagnasamband í lítið móttakara fyrir ekkert allt of mikið pening. Og þetta getur verið ágætis holufylling mjög víða þar sem ekki nýtur þjónustu í dag. Nú það að koma þessi þjónusta beint í farsíma. Til dæmis get ég upplýst það að það vera að skoða þessi neyðarboð frá Apple-símum, eða nýlegum Apple-símum inn í þessi Globalstar tungl sem eru yfir landinu í dag. Og ég gerir ráð fyrir því á næstu vikum eða mánuðum, þá mun þetta verða innleitt á Íslandi. Þannig að það bara spurningum, það ekki okkar ákveða það aftur byrgjaóvissan sem ég var að tala hérna áðan, það þá bara Apple sem ákveður það hvernig þeir vilja bjóða þetta fyrir sína viðskiptavini. Þannig að þetta að koma. Innan 5 ára spái ég að við verðum konir með nýjar kynslóður að þessum gervitunglum. Ég talaði við þessa framleiðendur og þeir eru allir búnir að hanna og að smíða þessi kerfi og það bara spurningum í hvaða röð þessi hnettir fara upp frá hverjum saðlum. Þessi kerfi að koma. Og þar sjáum við þessa direct-to-device þjónustu þannig að símar geta talað beint við gervitungl, nota bene, eða undir bera lofti. Þessi merkir það veik frá gervitunglinu og þú færir ekki gegnum lofti hér. Þú þarft að vera úti undir berum himni. En til dæmis fyrir neyðar- og björgunaraðila þá myndu þeir vantar að vera með lítið loftið upp á þaki á bíli eða hvað og geta haft þá þetta sem varaleið ef að landbundnu kerfin eru ekki að veita þjónustu. Þannig að það verður boðið upp á raddþjónustu, skilaboð og einhverja takmarkaða gagnasamband. Ég ætla nú ekki að lofa því að þau eru neitt ljóslegar að hraða þessu, en þetta getur verið mjög verðmætt fyrir það að hafa svona heildstæða nálgun á það að búa til nýtt kerfi, neyðar- og björgunaraðila, sem með svona alnánd á öllu þessu svæði sem við þurfum að þjónusta. Nú síðan hér meira að tala svona þessa almennu markaðsþróun og síðan náttúrulega ríkin að horfa á, til dæmis það voru fréttir Govsat.com og Íris 2 sem þá að frumkvæði Evrópusambandsins og það þá þjónusta sem Evrópusambandið að byggja upp og það eru fleiri svona tungl og system og svona constellations, þyrpingar það kallar, það að skoða fleiri þyrpingar í alls konar tilgangi hér á Íslandi. Það gríðarlega vöxtur í þessu og bara fyrir nokkrum árum þá var enginn að tala við okkur gervitungl. Í dag eru allir að tala við okkur á fjarskiptastofum gervitungl. Þannig að þetta alveg orðið mjög mikið inn. Það hins vegar mjög mikilvægt að átta sig á því að gervitungl þeir geta fyllt í eyðunni útbreiðslu og verið varakerfi ef jarðbundin net bresta sem mjög mikilvægt að eiga kost á varakerfi og ég myndi leggja sérstaka áherslu á það. En þau leysa ekki og hafa ekki afkastagetu til að leysa jarðbundin net af hólmi að fullu. Þannig að við skulum bara hólfa þau í rétt hólf. Nú þróun þessara kerfa mun velta svolítið mikið á þessari tíðniráðstefnu World Radio Conference árið 2027. Samskipti milli gervitungls og svona tækis, hún þarf að fara fram á súrefni tækisins sem eru tíðnir. Ef það ekki búin að skipuleggja tíðnirnar þá geta hvorki tækjaframleiðendur eða gervitunglaframleiðendur ákveðið það hvernig þeir útfæra tæknina. Og það eru svona 2 meginskólar í þessu. Það annars vegar, farnetsskólinn, þar sem að tíðni bútar úr farnets tíðnirófinu sem býsna stórt, ég ætla ekki að fara yfir það hér, tekin frá fyrir líka gervitunglaþjónustu. Það talsvert flókið mál, bæði lögfræðilega og tæknilega. Svo hinn skólinn og það svona gervitunglaskólinn og þá bara sagt þessi tíðni hér fyrir gervitungl og þá þarf að tækjaframleiðendur í tækjum að útbúa radiokerfi sem tala þá beint við gervitunglið. Hvor leiðin verður farin, ég veit það ekki alveg árið 27, þetta að Alþjóða fjarskiptasambandið heldur þessa World Radio Conference á 4 ára fresti,
en það mun svolítið móta það nákvæmlega hvernig þetta verður útfært. Þannig að 80% af dagskrá þessara ráðstefnu 27 verður þessi mál. Þetta er megin umræðuefni. Nú fyrir Ísland, hvernig sviðsmyndir höfum við? Ég geng út frá því að við erum að fara einhverja farnetsleið varðandi þróun þessara kerfa. Ég sé ekki í bráð allavega aðrar færa leiðir. Ég var þá bara að halda áfram með Tetra sem að ég held að sé pínu svona erfitt til lengri tíma litið. Sammála ráðherra það að það orðið svona dálítið úrelt að mörgu leyti. Og í þessum kerfum þá þarf miðlægan kjarnabúnað sem er símstöð, svo þarf þetta landsdekkandi sendakerfi og þar liggur megin kostnaðurinn og svo erum við að horfa á samþætting við gervintúl, ég myndi segja að það væri þá á næsta áratug. Nú í þessum kerfum líka þarf svo kallað MCX, Mission Critical Services, og það er kerfi sem innleiðir þessa sérstöku tetravirkjun sem við köllum í dag. Það er til dæmis þetta hóptal og Mission Critical Video og Mission Critical Data. Þannig að það í raun og veru er svona kryddið ofan á 5G-netin í væntanlega hugbúnaðar útfærslu meira og minna sem gerir þessi 5G-net að raunverulegum kerfum fyrir neyðar- og björgunaraðila. Og ég sé svona 4 megin fræðilega séð fyrir sviðsmyndir. Sviðsmyndin er að ríkið gera þetta allt sjálf og DS-sviðsmyndin er að þetta verður alfarið outsourcað yfir á markaðinn. Og svo eru svona millistig þarna á milli. B er þannig að þá myndi ríkið vera með kjarnan og takmarkaða netsneið, til dæmis á 700 megar eða tíðnisviðinu sem við höfum tekið frá fyrir þessa þjónustu, en síðan verið samið netsneið hjá markaðsaðila. Betur yfir það hvernig þetta er gert í Skandinavíu eftir. Nú valkosturinn væri þá að það væri ekki takmarkað net, það væri þá bara ríkið með kjarnakerfið og semdi þá við markaðsaðila og svo valkosturinn að ríkið reki ekki í raun og veru þessi 5G-net, væntanlega myndi ríkið reka þetta MCS-kerfið sem að sé líka aðgangsstýringar og öryggið í kerfinu. Þannig að það eru svona stórt séð þessi 4 valkostir og ég er búinn að skoða hvernig þetta er á hinum Norðurlöndunum. Noregur, Svíþjóð og Finnland eru búin að taka afgerandi ákvörðun það að fara yfir í 5G-net og þetta er bara í framkvæmd núna. Og þeir eru sem sagt búin að í öllum tilvikum að það er samið við markaðsaðila, einn eða fleiri, skilgreinda netsneið með þjónustu, öryggisstig og forgangi. Þannig að þetta er svona þekkt þjónustustig og þekkt öryggisstig. Nú í Noregi ætla menn að fara, D-leiðina, það var hérna minnst aðkoma ríkisins að þessu. Það er ýmislegt ennþá svolítið óljóst varðandi hvernig Norðmenn ætla að gera þetta, en þeir eru búin að taka þessa strategísku ákvörðun að fara þessi leið ef ég skil þá rétt. Það vill þannig til að systurstofnun okkar í Noregi sem heitir Nkom, þeir eru með framkvæmdina á þessu máli, það eru 30 manns að vinna við þetta þar og ég þekki þetta fólk mjög vel persónulega, þannig að þeir eru í þessu verkefni alveg upp fyrir haus. Nú í Svíþjóð eru menn að fara þessa B-leið, það er að segja ríkið er með kjarnan og með MCS-kerfi og eru líka með takmarkað net. Við getum farið þessa leið ef við héldum sendastöðunum fyrir tetrakerfið sem er 200 og eitthvað, settum upp 700 megar kerfi þar sem er nokkuð langdrægt og síðan væri hægt að semja við markaðsaðila netsneið til þess að ná þessari fullu dekna fyrir hvað þetta varðar. Hins vegar ætla Danmörk aðeins að bíða. Danir eru svolítið íhaldssamir hvað þetta varðar. Þeir ætla að halda aðeins lengur í tetrakerfið en þeir eru engu að síður komnir af stað með verkefni með það að samhæfa tetrakerfið við 5G-kerfið hjá sér en það er ekki garanteruð þjónusta. Það er sem sagt, það er í raun og veru svona best effort. Nú við höfum tekið frá Íslandi tíðnir fyrir svona kerfi á 700 megar tíðnisviðinu og það er meira í skoðun hvað það varðar. Það er verið að tala það að samþykkja þessi net á Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og það eru líka vinnuhópar í Evrópu það hvernig á að fá þessi kerfi til að virka saman þvert yfir Evrópu. Ég
bendi sérstaklega á það að skipulag þróun og yfirfærsla á svona kerfi myndi líklega ekki taka minna en halvan áratug, 5 ár. Og það þess vegna afskaplega mikilvægt að það á að fara að setja þennan vinnuhóp í gang, svo við hefjum þessa vegferð sem fyrst. Ég tók saman betur hérna útfærslurnar í hinum Norðurlöndunum, Finnland, þeir eru með ríkiskerfi, þeir eru með kjarna frá Ericsson, eða símstöð frá Ericsson, þeir eru ætla að nota Elisa fyrir radionettið og ætla að nota kerfi frá Airbus fyrir MCX. Þeir eru komnir að stað með notkun og ætla að loka Tetra 28. Svíþjóð eru með kerfi frá Ericsson, hvað annað, og hérna eru með eigið kerfi á 700 megahertzum og síðan líka samning við markaðsaðila og þeir eru líka með Airbus-kerfið. Noregur, þetta nýtt NetNet, þeir ætla líklega að keyra MCS-kerfið. Þeir eru þó ekki búin að ákveða það. Og þeir eru ekki búin að velja þeir þurfa ekki að velja hver keyri kjarna hjá þeim, því að markaðsaðilar munu gera það. Þeir eru 3, Telenor, Telia og Lyse, og ég gerir ráð fyrir að ríkið muni eiga MCS-kerfið. Það liggur ekki fyrir. Þeir ætla að fara af stað 29 og loka Tetra 31. Þannig að okkar ábendingar sem ég reyndar þessar glari setti ég saman áður en að dómsmálaráðherra lýsti yfir því að hann ætlaði að stofna þennan vinnuhóp. Við þurfum að hugsa til langs tíma sem afskaplega mikilvægt og við þurfum að hugsa í áratugum. Svona innviðamál þarf að hugsa í stórum skala. Þetta verður ekki afgreitt innan eins kjörtímabils, það alveg ljóst. Við þurfum að vinna þétt með hagaðilum hérlendis og þeir eru ansi margir, eins og ég nefndi áðan, og þurfum líka að horfa til rekstraraðilega mikilvægra innviða því að þeir eru hluti af þessari neyðarreglu sem við þurfum að standa undir, til dæmis bara tölum orkufyrirtækin. Við erum að kanna betur þessar leiðir sem eru farnar á Norðurlöndunum, bara að fá ytri fjármögnun, þá það gríðarlega mikilvægt að eiga áætlanir. Nú að fara að endurskoða áætlana og styrkjakerfi Evrópusambandsins 28, það verður samkeppnisstyrkir. Ágúst hérna hjá Rannis var að segja mig þetta áðan. Ef við erum ekki með áætlanir til þess að mattsa á móti þessum styrkjum, þá erum við ekki að fara að sækja þessa peninga þarna út. Þannig að það alveg gríðarlega mikilvægt að setja þessa áætlanagerð í gang þannig að við getum sótt þessa peninga. Annars þetta bara glötuð tækifæri í mínum huga. Innleiða stiga stigi, afskaplega mikilvægt, þannig að það sé algjört öryggi í hverju stigi, þannig að það sé aldrei messufall í þeirri þjónustu sem að neyðar- og björgunaraðilar veita, hvað annað. Og bara hefja vegferðina og ég bara fagna því alveg sérstaklega að ráðherra ætlar að skipa þennan vinnuhóp eða starfshóp og vinna að þessum tillögum og ég bend á það að það afskaplega mikilvægt að þessi hópur líka greini þessa ábyrgðarskiptingu innan stjórnsýslunnar því að það eru hjá Fjarskiptastofu við með lista yfir 10-20 verkefni sem að þessari tegund. Það fullt af hagsmunaaðilum sem koma að einu máli og við þurfum að fá þessu aðila til að vinna saman til að taka ákvörðun næstu skref. Og það hefur staðið svolítið þessu til dæmis umræðum arftaka Tetra fyrir þrifum að það hefur ekki alveg verið nógu skýrt hver á að gera það. En við erum komið með skipulag innan stjórnsýslunnar þetta verkferli varðandi áfallaþol samfélagsins og ég horfi til þess skipulags með mjög jákvæðum augum og ég held að það hafi verið afskaplega notadrjúgt fyrir okkur ef okkur tekst að virkja það vel varðandi þau verkefni og þau miklu verkefni sem býða okkar á íslensku samfélagi að efla til dæmis öryggi fjarskipta og áfallaþol fjarskipta. Það ætla að láta þetta duga í bili. Spurningar? Já, okkur gefst tími til mögulega 2 jafnvel 3 spurninga. Þannig að, já. Get ég mögulega kastað, maður sjá. Já, takk fyrir mjög fróðlegan fyrirlestur. Ég heiti Sveinbjörn Dúason og hérna Akureyringur. Þú nefndir aðeins FM-kerfið
Er það að fara að slökkva á því eða? Alls ekki. Verður það áfram? FM-kerfið bæði náttúrulega sín og ríkisútvarpið sem eru með FM-kerfi. Það býst mikið samkrull þar á milli. En FM-kerfið í mínum huga er alveg lykilatriði í almannavarnahlutverki ríkisútvarpsins og það á ekki að slökkva á því kerfið því það er alveg gernelt með hvaða hætti við leysum það almannavarnahlutverk með miðlun til allar þjóðarinnar mjög sómasamlega af hólmi á mjög öruggan og tryggan hátt. Hins vegar geta þessi kerfi sem ég að tala hérna, fjarskiptakerfin okkar, þú getur hlustað á útvarp og sjónvarp í gegnum þau í dag og það er það sem stærsti hluti þjóðarinnar gerir varðandi sjónvarp og stór hluti varðandi hljóðvarp. En við alls ekki að leggja niður FM-kerfið, alls ekki. Gott að heyra. Hins vegar verður dreifikerfinu fyrir sjónvarp DVB-T lagt niður, en ég held að sé 0,4% af þjóðinni sem að nota það í dag og það kostar x 100 milljónir á ári að starfrækja það kerfi, þannig að ég held að þetta er nú bara einn af sparnaðinum við það að vera komin svona með öflugt ljósleiðarakerfi inn á hvert einasta heimili. Við erum að spara 100 milljónir á ári í dreifikerfi fyrir sjónvarp. Ágúst. Já, fyrst þú vissaðir í mig þarna, ég langar mig bara svolítið að hnykkja á því sem þú sagðir, sko, og tengja saman, sko, í fyrsta lagi það sem ráðherra sagði í upphafi hér samhæfingu innan stjórnarráðsins sem er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að áætlunum. Eins og þú sagði réttilega, núna er í stjórnarráðinu verið að undirbúa þátttöku Íslands í næsta áætlanaramma sem er 7 ára fjárhagstímabil frá 28 til 34. Og það er, og af góðum ástæðum sem allir hér inni þekkja, það er gríðarlega áherslubreyting. Það sem er mikil áhersla á það sem er sett undir reglífina security and resilience, sem er náttúrulega það viðfangsefni sem við erum að tala hérna í dag. Og það er verið að tala um að stór auka fjármagn í ýmsar rannsóknir og þróun sem er svo það sem er annars hefur tengst mest. En það er líka þessi innleiðing og það á að setja á laggirnar gríðarlega stóran samkeppnishæfnissjóð vegna þess að þetta er líka spurningum samkeppnishæfni og þar kemur nú sérstaklega inn á þitt umræðuefni sem á að vera alveg feikilega stór og Ísland þarf að taka afstöðu til þess, hvort við ætlum að taka fullan þátt í þessu ekki, af því þetta er fjárfestingu upp á plus mínus 20 milljarða. Ef við ætlum að fara inn í þetta, þá þurfum við að hafa áætlanir og mér langar að styðja svolítið við það. Áætlanir hvernig við ætlum að bæta viðbragðsgetu og þetta resilience mátt okkar og þá langar við að rósa fulltrúa Landhelgisgæslunnar sérstaklega. Við þurfum að eiga bæði langtíma áætlanir og forgangsraða. Og þú varst bara mjög snöggur og skýr þegar þú spurður forgangsröð. Þetta þarf að koma fyrst, svo þetta, svo þetta. Og þessi saga sem Hrafnkell sagði mér hérna fyrir í dag hvernig okkur tókst að komast þangað sem við erum núna með ljósleiðaratenginguna sem er að sanna sig að hafi verið skynsamleg ákvörðun. Þetta er 10 ára plan. Við þurfum að byrja núna með næsta 10 ára plan. Svo ég vil bara hvetja þá sem að koma hérna að taka nú höndum saman og leggja sitt í púki þennan vinnuhóp á þetta. Bara, það var engin spurning, það var bara hvatning. Takk. Einhverjum fleiri spurningar? Nei, kannski það bara frá mér. Það er talandi ábendingar í lokin. Þú veist fóla feina að heyra að það er stemt á koma allavega af stað með svona vinnuhóp. En þá spyr ég í ljósi þess að þetta er svona fjölþátta málefni, koma margir að þessu og þetta kemur mörgum, þetta skiptir mörgum miklu máli. Hvað aðalega myndir þú vilja sjá koma að þessu ferli? Nú ráðherra taldi upp nokkur aðala, ég held að það séu svona líkilega aðalar í þessu samtali, en ég held sko að þetta þurfa að vera tveggja nálgun, þar að segja þeir sem að bera svona ábyrgðina á þessu, þeir segja ráðuneytið og framkvæmdaraðila og fleiri. Ég held að það sé afskaplega mikið eftir ríkislögreglustjóri var þarna og það má og svo framvegis. Hins vegar er hagsmunaaðila hópurinn í þessu, náttúrulega Landsbjörg og slökkviliðin og veitufyrirtækin og svo framvegis. Þannig að ég held að það þurfa alveg að vera með mjög öflugt samtal það hvernig á að gera hlutina. Það sem að Norðmenn segja að þeir segja að þessi líkil svona success criteria hjá þeim, það er að eiga þetta samtal bara hvernig eiga takkarnir að vera á símanum sko.
og þetta virki fyrir fólki sem raunverulega þarf á þessu að halda. Sælleitau, Jón Þór heiti ég hjá Landsbjörg. Mér langar að spyrja út í niðurlagningu 2 og 3G kerfana. Já. Þú talar eins og þetta væri okkur eitthvað keppkefli og eins og við heyrum utan af okkur frá öðrum þjóðum að þá erum við talsvert langt á undan á þessari vegferð. Við erum það. Hvað veldur? Það er ýmislegt sem veldur þessu. Við erum að mörgu leyti með svona komum nokkuð langt í þessari þróun að innleiða þessi háhraða farnet. Það er mjög dýrt, í öðru lagi, það er mjög dýrt að reka, við erum í raun og veru að reka 4 tegundir af farnetum. Og notkunin á, það er búið að loka GSM, þannig að það er 0. Notkunin á 3G, það eru sárafáir að nota þetta hér á landi og það er mjög dýrt að reka þetta. Þetta er heilt kerfi í rekstri. Ég skil það, en sko, spurningin er við sjáum það sem að þetta hefur haft í för með sér, að það er minni dekkun og til dæmis eins og sjómenn sem eru á grunnslóð kvarta mikið undan lakara sambandi. Við sjáum að í kringum okkur er gefið lengra raun og veru lýrum til þess að leggja kerfi niður. Er þetta bara kostnaðarmál að okkur liggi svona á að loka þessu? Líka er það þannig að á þessum sendastöðum sem við erum með, það er takmarkað pláss fyrir búnað og fleira. Við erum í ákveðnu yfirfærslum fasa. Þegar slökkt er á þessum sendum þá er settur upp gjarnan nýr búnaður. Þannig að við erum ekki búin að ná upp fullri dekkun á nýjum kerfum, 4G, 5G, með það sem á að verða. Ég hef sannarlega tekið þessi útbreiðslumál og rætt þetta við félögin og það er alveg skýrt í tíðniheimildum sem við gáum út fyrir félögin að útbreiðsla bæði þéttbýli og landmannsson og viður skal að meðaltali ekki vera lakari í þessum nýju kerfum en var í eldri kerfum. Það kann að vera að það séu ykkur tímabundin vandamál hvað það varðar. Við munum fara í þau mál og mæla þau ef nokkuð kostur er, en það er algjörlega skýr stefna hjá okkur að þjónustan verði ekki lakari. Og það er orðið þannig núna að það er orðið fleiri sendar í 4G-kerfin en voru í 3G og GSM. Þannig að þjónustan á að batna. Hins vegar getur þetta líka verið spurning tíðninotkun, á hvaða tíðnum er verið að nota og það er ekki hægt að samnýta sumar af þessum tíðnum þannig að það verður að slökka á gömlu þjónustunum til að geta tekið tíðnina og endurnýtt hana fyrir nýju þjónustuna. Þannig að það er alls konar flókin mál í þessari yfirfærslu sem að geta valdið vonandi ekki nema þá tímabundinni breytingu, en það er alveg skýrt að stefnan er að verði að minnstakosti jafn góð dekkun ef ekki betri. Það er alveg skýrt og það verður alveg áherslu atriði hjá Fjarskiptastofu að fylgja þessum tilteknu málum eftir. Við sömdum við til dæmis þýskt mælingafyrirtæki fyrir 2 árum. Við ætlum keyra ykkur 8.000 km í landinu og mældum þorpin og höfuðborgarsvæðið og víðar varðandi útbreiðslu. Þannig við eigum mælingarnar og við erum búin að vera að keyra, þið getur bara séð það á vefsjánu hjá okkur, við erum búin að vera að keyra út allt landið til dæmis og mæla. Þannig við vitum þokkalega vel stöðuna og við munum ganga eftir þessu. Bara mark my words. Takk hérlega fyrir mjög áhugaverða kynningu. Ég hef einn svona stutt spurning, ég held sé stutt, að mér finnst áhugavert að öll Norðurlöndin eru að gera einhverjum svona mismunandi útfærslur á þessum 3 hlutum sem þú vorst að tala sko. Þess að ég var að velta fyrir mér, hvað máli skiptir það fyrir notendur, bæði ríkið, einkaaðila, einstaklinga og fyrirtæki til dæmis, kostnaði, hvað máli skiptir að vera með svona ólíka lausnir eða mismunandi lausnir, eða er einhver hagræðinga því að vera allir með eins, eða ég var bara svona velta frá sjónhólu loðelda, hverju breytir þetta? Ég held að þessi mismunandi nálgun, hún komið svolítið til af aðstæðum í hverju landi fyrir sig. Til dæmis við höfum haldið eftir tíðni fyrir neðra björgunaraðila. Þessi 700 MHz tíðni er verulega verðmætt og eftirsótt og markaðsaðilar hafa hundskammað okkur fyrir það að haldin eftir, fyrir að segja að þetta bara var á markaðinn kallinn minn og okkur hefði haldið eftir. Þetta er ekki notað í dag fyrir neitt kerfi
sem ákveðin sóun. Þetta eins og eiga veiðileyfi og fara ekki að veiða. Það ekki góð nýting, en við höfum haldið þessu. Það getur vel verið hver staða á radíónetum í viðkomandi landi. Við erum að tala byrgjamál, hverjir eru framleiðendur á búnaði, eru þeir evrópskir eða ekki, það getur haft áhrif. Það getur verið svona bara stemmingin hjá notendunum, hvernig á að fara. Það getur verið að sjálfsögðu þetta peningaspursmál. Hvaða aðstaða til sem auðvelt að endurnýta? Hvað viljum við sem Íslendingar í þessu erfiða náttúrufarslandi, viljum við eiga varakerfi? Ég þeirrar skoðunar að það væri skynsamlegt að mörgu leyti að fara sænsku leiðina. Það að segja vera með fara B-leiðina, þá eigum við takmarkanett að hluta til og síðan semjum við markaðsaðila landsdekkunina og svo upp úr 2030 þegar þessi línur eru farin að skýrast meira varðandi gervitunglin, þá verða þessi kerfi samhæfð með gervitunglum. Ef það verður ekki bara fyrr vegna þess að markaðurinn mun keyra þetta áfram á þeim skriðþunga sem þessum risafyrirtækjum einu lagið. Þannig að það er mjög mikilvægt að taka þetta samtal. Og við höfum okkar forsendar á Íslandi, Svíar hafa sínar, Norðmenn sínar og Finnar sínar og það er ekki alveg eins. En grunnstefið það sama. Það allstaðar kjarni, það allstaðar MCX-kerfi held ég, það allstaðar verið að tala þessar netsniðar með einum eða öðrum hætti og svo bara spurning hvernig spilar úr þessu. Takk fyrir það. Já, nú komið að okkar síðustu en alls ekki síðustu kynningu dagsins og það flytur Guðbrandur Örn Arnarsson sem leiðir aðgerðasvið Landsbjargar og sérhæfir sig í öryggis- og almannavarnamálum og ætlar að fjalla þróun og hlutverks Landsbjargar í þessu breytta heimi. Til þess að vera. Þú verður þetta, kannski byrja á vatninu. Já, ekki svo. Ef hægt að sjóða 100 ára sögu og reynslu niður í eina setningu, hvað var það leit og björgun og kannski þar áskorunir sem við stöndum frammi fyrir á norðurslóðum, þá það ef við ætlum að fara að ákveða hvað við ætlum að gera þegar að kemur að atburðum á norðurslóðum þá það eiginlega orðið og seint. Þannig ég fagna því og þakka fyrir að hafa fengið að koma hérna og þakka ykkur kærlega fyrir boðið. Frábæri fyrirlestrar sem hafa komið og það erfitt að vera síðastur og vera með svona rockstjörnur sem hafa komið fram og blásu okkur vitið í brjóst. Ég ætla kannski að taka Apple aðferðina á þetta og ekki tala framtíðina, þeir tala aldrei framtíðina. Þeir bara koma með framtíðina þegar þeir eru tilbúnir. Ég ætla að tala fortíðina og útskýra aðeins svona hvaðan við erum komin og þá kannski mögulega hvert við erum að fara. Og kannski Sleiðsarnafélagið Landsbjörg þekkið öll. Þetta félag sem nýtur óskoras trausts almennings og það traust er ávöxtur svona óeigingjats framlags sjálfboðaliða sem verja dýrmætum tíma sínum í aðstoð aðra. Og ég segi nú ofta að Ísland væri algjörlega óbyggilegt ef ekki væri fyrir íslensku björgunarsveitirnar. Þegar allir aðrir fara inn í vondaveðrinu þá förum við út og reynum að halda þessu samfélagi sem hefur ákveðið að finna sér búsetu á þessu veðurbarða og já, hvað má segja, þetta svona það nútímalegasta hamfarasvæði sem að fólk kýs að byggja á. Og óblíða náttúran á þessu veðurbarða skeri hefur margt svona margvíslega áhrif á okkar daglega líf. Vetrarleðirnar, jarðskjálftarnir og ofanflóðin og eldgosin, þetta allt saman sem að við höfum þurft að glíma við núna í hartnær í aðrúmlega heila öld. Og sem fámenn þjóð þá höfum við ekki, hvað maður segir,
efni á því að reka þetta viðbragð sem að Slysavarnafélagið Landsbjörg stendur fyrir með hinu launaða daglega viðbragði sem við köllum. Við segjumst öll vera viðbragðsaðilar en sjálfboðaliðarnir þykja ekki laun annað en bara klappa bakið við og við. Og við teljum að Slysavarnafélagið Landsbjörg færi landi og þjóð svona þessa kjölfestu viðbragðs þegar að hitt daglega viðbragð óskar eftir liðsinni að þá stökkum við til. Og við teljum að við gegnum svona sambarlegu en kannski ekki alveg eins víðtæku hlutverki og Gæslan sérstaklega á norðurslóðum. Ég held að okkar viðbragð sé meira á heimaslóðum. Við erum með 93 björgunarsveitir víðs vegar svona allan hringinn í kringum landið. Við teljum að við eigum fullt erindi til þess að sinna í samstarfi við Gæsluna sérstaklega viðbragði kannski allt upp undir svona 70. og öðru breiddargráðu, kannski þeir sem ekki vel verseraðir í breiddargráðum og þá það svona Kóngsólafsfjörður, Meistarsvík og það í raun og fátt bjargir sem að geta athafna sig svona kannski norðan 80. breiddargráðu. Við höfum tvennt að bjóða og má kannski skipta okkar verkefnum í tvennt. Það annars vegar verkefni sem byggja okkar sérþekkingu, við erum nördar, við höfum áhuga á leit og björgun, leitartækni og fjallabjörgun og alls konar og það oft sérhæfing sem ekki aðrir eða allavega með fáir búa yfir. Síðan hitt sem að við erum alveg óbúslega mörg og getum útvegað þetta viðbótarafl sem að þá stuðningur við hitt daglega viðbragð þegar það áskorunir sem við erum að fara að glíma við verða meiri en hitt daglega viðbragð megnar. Og svona til samanburðar við björgunarsveitirnar að liðsafli, svona heildarliðsafli og þá tek ég með skrifstofublækur, ræstingu og aðra starfsmenn og það kannski 800 manns rúmlega. Starfsmenn Gæslunar, Landhelgisgæslunnar eru 200 og í sjúkraflutningum starfa svona 400 manns og þar af kannski helmingurinn í hlutastarfi. Slysavarnafélagið Landsbjörg telur 7.000 félaga, þar af 5.000 sem eru skráðir í björgunarsveitir, 4.200 á útskjöldsskrá og svo erum við með 1.000 félaga í Slysavarnadeildum og 800 manns eða 800 unglinga, framtíðin okkar í unglingadeildum. Og svona dagstaglega þá eru þessar 93 björgunarsveitir yfir mannaðar. Við erum með þarna, nú kemur viðskiptafræðingurinn upp í mér, við erum með fullt af fólki á lager og það lítill velturhæði, við erum voðalega lítið að koma þessum björgum í verkefni nema þegar við raunverulega þurfum að halda og sérstaklega vil ég vekja athygli á því að mikilvægasta björgunarsveitin sú björgunarsveit sem að fer ekki í útkall í langan tíma en til staðar þegar þörf á henni. Og svona flest okkar verkefni eru á landi og þá í umboði lögreglu og við sinnum svona 1.000 til 1.800 útköllum á ári og það getur verið 1, 2, 3 eða 5 eða 10 eða 50 björgunarsveitir sem eru virkaðir hvert skipti en það tíðarfæri sem að ræður því hvort við fáum 1000 eða 800 en á sjó og þá sinnum við svona í kringum 120 til 150 útköllum misalvarlegum getur verið bara að sækja bát sem að vélavanna eða bara lífbjörgun. Síðan má áætla að sjálfboðaliða félagsins sinni svona lágmarki 500 til 800.000 klukkustundum. Uppreiknað í mannmánuðum þá það, gefur það okkur kannski 300 til 500 stöðugildi og það má margfalda þá tölum við pí ef við ætlum að fá ríkið til þess að reka slíka starfsemi eða einkaaðila. Þannig að við svona mælum ekki með því okkar verkefni séu færið í faðm ríkisins heldur að við fáum að sinna þeim verkefni bara áfram eins og við höfum gert síðustu 100 árin. Þá kemur svona sögu yfirferðinni eða reyndar áðurinn fyrir þá ætla ég að tala aðeins kannski svona helstu björgunargetuna sem við höfum varðandi svona, það stærsta sem við fram að færa björgun á norðurslóðum og það bara í samvinnu við Landhelgisgæsluna þá erum við með flota björgunarskipa, við erum með 13 skilgreind björgunarskip, við erum síðan með svona önnur af kannski sambærilegri stærðargráðu svona hringinn í kringum landið en þetta sem við sýnum hér eru björgunarskipin okkar sem eru
í raun og svona kannski fyrsta útkall með svona radíus upp á 2 klukkutíma, það eru hérna bláu hringirnir og þetta svona einn mikilvægsta stoðin í okkar starfi og núna stendur yfir ákveð átak, við erum að reyna að endurnýja þessi 40-50 ára gömlu bresku skip sem að við höfum verið með frá Ernetli mest í Bretlandi og ríkisvaldi hefur skuldbundið sig til að fjármagna helming kostnaðar við endurnýjun 10 björgunarskipa og hinn helmingurinn sem að ríkið fjármagnar ekki, hann kemur svo til sjálfsafla fé björgunarsveitana, þannig að það við erum að selja dósir og flugvelda til þess að fjármagna björgunarskip. Og þá eftir að ná samkomulagi við ríkisvaldið að fjármagna restina af þessari lotu, það þessi 13 björgunarskip sem við erum að endurnýja, það búið að fjármagna þessi 10 og þetta verkefni hefur bara gengið mjög vel og við vorum akkurat að fá fregnir af því að stjórn Landsbjargar ákvað að setja 9. skipið í smíði, það búið að setja 8 í smíði, ég held sem búið að afhenda 6 og 7. og 8. á leiðinni og 9. er á leiðinni í framleiðslu í Finnlandi. Og þessi björgunarskip eru miklu langdrægari, hraðskreiðari og öruggari en þessi öldruðu skip sem við erum að úrelda og gefa okkur tækifæri til þess að taka þátt í björgun á norðurslóðum en það er alltaf gert í samvinnu við og með gæslu því að við förum kannski út að mörkum landhelginnar en ekki mikið lengra nema með miklum stuðningi gæslunar að mörgu leyti. Og þetta er svona eitt af mikilvægasta verkefni sem við teljum að sé í gangi núna og ekki síst vegna þessarar miklu breytinga og þróunar í geopolítikinni sem að getur svona því miður skaffað okkur einhver verkefni á norðurslóðum. Og þá kemur að þessari söguyfirferð og þetta er náttúrulega eins og allt gott byrjar í Vestmannaeyjum. Björgunarfélag Vestmannaeyja var stofnað 1918 og þar var strax lagður þessi tónn með Slysavarnafélagið Landsbjörg. Við erum samtök sem erum sambland af leit og björgun og slysavörnum. Þannig að ef við stöndum okkur ekki nógu vel í slysavörnunum þá verður leit og björgun að taka við og svo getum við kannski ekki séð fyrir allt þannig að slysavörnunar taka ekki allt. Og í raun og veru þá svona verða til þessi heildarsamtök slysavarnadeilda sem að gamla Slysó 1928 svona fyrstu samtökin og síðan verða ákveðinir svona atburðir til þess að hjálpsveit skáta stofnið, þá var svona fólk verið að fara svolítið út í óbyggðir og lögreglan leitaði til ungra skáta 1932, það hafði líka gerst á Alþingishátíðinni 1930 að þá að leita til skáta vegna þess að þeir kunnu ýmislegt og voru með gott skipulag. Síðan verður Geysislýsið til þess að flugbjörgunarsveitin er stofnuð og þessar 3 megin stóðir Slysó, skátarnir og flugbjörgunarsveitinnar að þær að lokum saminuðust sem var mikið heillaspor. En svona einn annar markverður atburður, það voru fyrstu almannavarnalögin sem voru sett 1962 og síðan endurnýjuð 67 að það var svona kjölfestan í þessari almannavarna nálgun þar sem að ríkisvaldinu ber skylda til þess að bæði út af samningunum sem að komi til og þeirri þróun sem verður þegar að Ísland gekk í NATO. Menningin okkar er þannig byggð á þessari sögu, við höfum alltaf þróast með samfélaginu. Saga Íslands er saga björgunarsveitanna og saga björgunarsveitanna er saga Íslands. Og þetta er næstu og einu upp að dina þeir atburðir sem að síðan kannski hafa markað svona dýpstu sporin í okkar svona ferðalagi með þjóðinni, það eru náttúrulega þessir atburðir eins og Vestmannaeyjagosið 1973, snjóflóðin á Neskaupstað, Flateyri, Súðavík og síðan verður þarna stórmerkileg þróun þar sem að áður að björgunarsveitir sameinast í einu stóru félagi að þá samræmdu við það skipulag sem við vinnum eftir. Við vorum svolítið að keppa við svona hvert annað en ákveðum það að í leit og björgun þá vinnum við saman en erum ekki í samkeppni. Þannig að við fórum í svona heildar naflaskoðun og endurskipulögðum björgunarsveitir þannig að þær lúta þá eða
fóru þá að vinna undir einni stjórn sem var þá þvert á 3 félög, síðan með sameiningunni 1999, 91 og 99 þegar skátarnir og flugbryggingusveitin sameinuðust og síðan þegar Slysavarnafélagið Landsbjörg til að þá þetta fyrirkomulag landsstjórn björgunarsveita og svæðisstjórnarskipulagi þar sem að við svona stýrum aðgerðum eftir miklu og góðu skipulagi, að öll þessi þróun gerði okkur hæf til að takast á við það sem að eru þessar nýju ógnir eins og heimsfaraldur, influensu, þessi stóra breyting þegar óveður, þegar Íslendingar sem að kunna að keyra í snjó og voru ekkert að fara út þegar við vorum vond, að það verður einhver breyting þar sem að fólk fer bara að keyra allan sólarhringinn og alla daga hvort sem það verður óveður ekki og ferðaferð. Og síðan náttúrulega þetta sem að er svona aukning í jaðarferðamennsku sem við erum svolítið að býta úr nálinni með, að við erum að fá alltaf meiri og meiri ofurhuga sem alltaf að reyna á okkar björgunargetu. Og þetta í raun og veru gerur okkur síðan svolítið, já, ég ætla kannski að minnast alveg sérstaklega og taka eldgosin út fyrir Svega vegna þess að ég held að þau hafi kennt okkur margt alveg óbúslega mikilvægt, og það í raun og veru það þau undirbyggu okkur fyrir þessi stærstu verkefni sem við þurfum að glíma við, og það eru þessi eldgos sem að voru okkur mjög erfiðu margt og kölluðu á mikla orku, að þau undirbyggu okkur síðan alltaf fyrir Grindavíkur verkefni sem við höfum verið með. Og þá kemur að þessu, ok, hvað getum við komið með að borðinu þegar kemur að svona ógnunum á norðurslóðum, og það við vitum ekki alveg hvað að fara að gerast, en við getum þó allan að sagt að við erum samtök sem að höfum gríðarlega mannafla og mannauð, og við höfum nokkra svona þætti sem að gera okkur ofboðslega sterk. Það ekki tilvílun að við höfum lifað af í 100 ár sem samtök, og það þessi sameiginlega hugmyndafræði. Við erum sérvitur og það stundur svolítið erfitt að vinna með okkur af því að við gerum svolítið miklu kröfur á okkar samstarfsfólk og við þiggjum ekki laun nema kannski þegar við teljum að verkefnin séu kannski komin út fyrir þetta svona skilgreinda leit og björgunarhugtak, en það sem við þiggjum alltaf með þökkum klapp á bakið. Og svo það skipulagið sem við höfum, og svo það þjálfun fólksins okkar, mannauðurinn. Annar líka styrkleiki sem við höfum að við höfum ekkert verið neitt rosalega nýjungagjöld þegar kemur að svona fjarskiptabúnaði. Við erum voðalega ánægð með tetrakerfið, frábært kerfi, en við höfum aldrei í raun og verið gefið frá okkur önnur fjarskiptatæki sem að við höfum verið með á margan hátt. Og svo líka þetta sem að sjálfstæði. Við teljum að sjálfstæði félagsins sé svona einn mesti styrkleiki sem við getum komið með á borðinu. Útskýri það nánar eftir. Og varðandi þessa hugmyndafræði, þá það svona þessi hugmyndum það að allar einingar félagsins eru sjálfstæðar og lúta ekki boðvaldi félagsins. Félagið öfugu píramídi og við tryggjum það að einingar félagsins séu vel fjármagnaðar, hjálpum til við það, en í raun og veru þá ákveða einingarnar hvaða í hvaða fjáraflinu þeir vilja fara, og það ákveða líka hvernig þeir nota peningana. Þannig að ef einhver björgunarsveit vill kaupa eitthvað sem að einhverjum öðrum finnst kannski ekki vera góð hugmynd, þá það bara ákvörðun þeirra björgunarsveitar, og það bara þörf í héraði sem ræður því hvað björgunarsveit gerir. Og það áherslur sem að hver björgunarsveit koma með á borðinu. Það má segja í grunni til þá erum við með sjóbjörgunarsveitir og svo erum við með landbjörgunarsveitir og svo erum við þá sem eru það hvortveggja. En undir þeirri skilgreiningu þá erum við alveg óbúslega mikið af alls konar. En það sem að má segja kannski sjálfstæðið, að sjálfstæðið endar þegar við förum í aðgerðir. Því að þar lútum við bara þessari sameiginlegu stjórn og það bara skýr aðferðafræði og hugmyndafræði sem þar að baki. Og í raun og veru þessi hugmyndafræði sem við vinnum mest með þessi sameiginlega hugmyndafræði í aðgerðum sem kallað SABF-kerfið. Þetta var sett eftir aldamótin í svona margt fyrir svona tilstöð Landsbjargar og annar aðalega sem að sóttu þennan vísdóm sem ICS-NIMS-kerfið bandaríska. Það ýmislegt gott sem kemur frá Ameríku og það með SABF-kerfið. Sem var svona einfaldað niður og það koma ný útgáfa því kerfi í dag, og Landsbjörg hefur alltaf verið sá sem hefur dregið þennan vagn, og í raun og veru þá svona hægt og rólega þá hefur unnið hug og hjörtu annar viðbragðsaðila. Fyrst var rólega pólitíkin svolítið með okkur og svona hleypti þessu stokkunum, og svo hefur þetta verið svona grassrótar
verkefni. Það er raunverulega að tryggja það að við séum alltaf að vinna faglega eftir ferlum og höfum svona sameiginlega sýn á það hvernig við erum að gera hlutina. Og þetta allt staflaðar boðleiðir og mikill sveigjanleiki. Það hægt að stýra litlum aðgerðum og stórum aðgerðum með SABF-kerfinu. Síðan þetta það að við varðveitum þessa þekkingu sem myndast, þannig að við reynum að læra af mistökum okkar, við rýnum og setjum síðan lærdóm og rýni í björgunarskólann, þannig að við reynum að koma alltaf með betur og betri námskeið og við þjálfum okkar kennara, þannig að það að fara tröppugangi því að vera fyrst bara í grunnnáminu og læra rólega að vera bara sjálfbjarga í fjalllendi og kunna svona að ratta á vettvang og gera það sem þarf að gera til þess að veita slösuðum lík. Og síðan sérhæfum við okkur og svo þegar við erum búin að sérhæfa okkur og kunnum rosa mikið að þá förum við og tökum kennsluréttindin og við erum stolt af því að vera með 400 námskeið hverju ári og 100 leiðbeinendur í skólanum. Það er mikil hefð fyrir því að fólk svona velja sér sína sérhæfingu. Það heilt hlaðborð af alls konar sem hægt að læra og það eru margir sem eru búin að fara í gegnum lungan af öllum námskeiðum og kunna ýmislegt og það ekkert eitt dýrmætt eins og fólk sem tilbúið til þess að gefa sín eigin frítíma til þess að fara og læra eitthvað meira til þess að hjálpa öðrum. Svo maður komið að fjarskiptabúnaðinum. Okkar helsti fjarskiptabúnaðurinn Tetra. Við notum alltaf netið mikið, það gríðarleg Starlink-væðing í gangi núna og það var mjög spennandi að sjá einmitt frá fjarskiptastofu hvernig í raun og veru þróunin að verða meira og meira okkur þóknarleg að ég vona að vera nú ekki verkefnalaus þegar að allir geta hringt eftir hjálp með nákvæmri staðsetningu, að þá tökum við elli úr leit og björgun. En allavega þá hef ég nú svona trú að því að það verði alltaf einhver sem að verði með rafmagnslaustæki, þannig að það verði þá eitthvað fyrir okkur að gera. Við höfum varðveitt WAF-HF endurvarpakerfið. Við notum WAF-HF á sjó eins og Gæslan og við líka notum HF á sjó, semst millibylgjuna, og með því þá hægt að búa til þegar að kjarnakerfin eins og þau hafa farið niður vegna rafmagnsleysis eða einhvers annars, að þá höfum við geta nýtt í raunverulega þetta bakland sem við höfum í sérstaklega eins og WAF-kerfinu að geta raunverulega brúað komið fjarskiptum sem á svæði sem eru orðin fjarskiptalaus vegna einhverja annara og ytri þátta. Og WAF-kerfi sem við erum með, þetta endurvarpakerfi sem í raun og veru svona lægsti sameiginlegi samnefnarinn. Þetta bara talstöðvar sem að brúa geta talað við eða geta brúað á milli ólíkra staða og það eru síðan sólarsellur og rafgeymar, þannig að meðan sólin skín og líf í rafgeymunum að þá getum við haldið þessum kerfum gangandi. Mjög lágur þröskuldur og allt það. Síðan kemur að þessu svona sterkasta sem við höfum, sem ég myndist nú aðeins á hann, það þetta sjálfstæði björgunarsveita, að það það sem tryggir tilvist björgunarsveita. Það enginn sem segir björgunarsveit hvað hún á að gera. Þeir ákveða það sjálfur og það þessi drifkraftur einstaklingsins að gera það sem það vill gera. Og á landi þá var ég búin að vinnast á það að við vinnum með lögreglunni og í umboði þeirra og við tökum saman með gæsluna og í raun og veru þá notum við mikið þessa hugmynd að lögregla og gæsla fara með svokallaða heildarstjórn en Landsbjörg leggur mikla áherslu á það að fara með stjórn eigin mannafla. Svona spurningarnar með hvað geta björgunarsveitir gert. Það svolítið erfitt svona að spá framtíðina og ég alveg sannfærður það að það verði eitthvað sem við höfum ekki séð fyrir. Ég held að við séum í mjög góðu samtali, sérstaklega við gæsluna. Við höfum verið að taka þátt í þessa umræðu með ógnir á norðurslóðum. Þá höfum við tekið til þátt með gæslunni á æfingum á Grænlandi og það eru náttúrulega svona aðstæður sem við ráðum við og við treystum okkur til þess að fara með sérþjálfaðan mannskap í verkefni svona víða á Grænlandi. Saman gildir náttúrulega í hina áttina Færeyjar og Noreg og svo, en það bara minni líkur að svo verði þörf. En aftur á móti þá svolítið þessi ógn með skemmtiferðaskipin sem við erum að sjá
að það er svolítið nær heimahögum þar sem við höfum svolítið miklar áhyggjur af því, þess að núna er miklar áhyggjur af því hvað er að fara að gerast 12. ágúst þegar að verða mörg skip undir Látrabjargi og svo framvegis, þannig að við höfum skoðað svona okkar plön um það hvað við ætlum að gera ef að eitthvað gerist. Ég hef í sjálfu sér kannski þetta að svona við lokaorðin að það er svona eina grundvallarskyldu hvers ríkisvalds að tryggja öryggi og velferð sinna borgara og við bjóðum að sjálfsögðu fram þessa viðbragðsskyldu sem að þjálfaði sjálfboðaliðar tryggja. 93 björgunarsveitir eru tilbúnar allan ársins hring, 365 daga og 24 klukkstundir í sólarhringnum og það er í raunverulega ekkert annað sem að getur leyst okkur á hólmi, þannig að við höldum bara áfram eins og við höfum verið að gera og uppbyggingin okkar og reynslan og þekkingi tryggir að hvað sem að mun gerast á norðurslóðum að þá munum við geta svona mætt þeim áskorunum með einhverjum hætti og við teljum okkur hafa verið svolítið þessa kjölfestu í leit og björgun síðustu öldina og vonum að við séum nógu vel undirbúin og teljum að við séum nógu vel undirbúin fyrir svona næstu 100 ár. Einhverjar spurningar? Takk fyrir gott erindi og takk fyrir að vera þið í Landsbjörg. Kannski eitt komment og ein spurning. Við varandi skemmtiferðaskipin, þá er alveg klárt að Slysavarnafélagið Landsbjörg er lykilaðili þegar kemur að stórum björgunum varandi skemmtiferðaskip, hvort sem er við Íslandsstrendur eða mögulega á Grænlandi og þar þurfum við að vinna virkilega vel saman. Spurningin kannski snýr að fjarskiptakerfinu að því að nú eru þið að viðhalda þessu fína endurvarpakerfi af VHF sem að ég persónulega reynslu á og virkar alveg þrælvel og í raun og veru mörguleiti miklu betur heldur en tetrakerfi sumstaðar og 3G og 4G og öllu sig ég. Þannig að spurningi mín er kannski hafið hvaða plönir að viðhalda og mögulega að byggja upp endurvarpakerfið til framtíðar? Já, það er akkurat verið að svona endurnýja eitthvað af þessum 60 endurvörpum sem eru í gangi. Það kemur svona fyrir að það springa einhverjir endurvarpar þegar fara eldingar í þá og þetta eru í raun og veru endurvarpar sem eru við allra verstu aðstæði sem hægt er að hugsa sér. Þetta eru upp í 1000 til 2000 metra hæð, ísing, fleiri tonn sem að leggjast ofan á þessa varpa og við höfum náði að byggja upp svona nýja kynslóð. Við fórum úr gömlu svona krossviðarkössunum yfir í fíberkassa sem að til dæmis Rafnar hjálpuðu okkur að hanna og þróa og við höfum verið með alls konar svona þróunarvinnu í kringum þetta en svona lykillinn er sá að Tetra er okkar aðal fjarskiptakerfi en það er ákveðin svona markaðsbrestur í svona uppbyggingu fjarskiptakerfa að það er bara óarðbært að dekka alla staði á landinu. Það bara það dýrt í raun og veru að það mun enginn gera það sem þýðir það, ég meina mörgum stöðum á Tröllaskaga, Fjallabæki og í raun og veru Vestfjörðum út alland og þar eru bara risastór skuggasvæði þar sem að þegar við lendum í því að fara á eftir einhvern sem er lent í vandræðum að þá er það vegna þess að það er kannski fjarskiptaleysi sem að veldur því að viðkomandi getur ekki látið vita af sér og við þurfum þá í raun og veru að koma með einhverja svona færanlega lausnir og við erum með alls konar tæki og tól í því. Mikið og gott samstarf líka við Neyðarlínuna sem hefur verið með færanlega tetra endurvarpa þannig að við erum að endurvarpa tetra VAF og erum að skoða alls konar aðra lausnir í því. En okkar markmið er alltaf að vera sjálfbær, við svona þiggjum það þegar einhver hjálpar okkur en ef við stöndum eina þá viljum við hafa þau tæki sem við verðum að geta treyst á til þess að tryggja okkar öryggi og þar er VAF-kerfi mjög mikilvægt. Spurningar? Já, velvertu og takk fyrir þína yfirferð á þessu. Bara ein spurning að varðandi þessi björgunarskip. Nú veit ég að þetta eru tæknilega flókin búnaður allt saman og viðhald og annað. Hvernig gengur ykkur að manna þetta og sinna viðhaldi og öðru? Er það ekkert mál kannski? Það fer eftir því
hvar þú ert á landinu. Það er á sömum stöðum á landinu er erfiðar að manna björgunarskipin heldur en á öðrum stöðum. Það er svona frambúð eftirspurn á svona skipstjórum og vélstjórum og áhafnarmönnum er bara mismunandi og það er oft þannig að við þurfum að skoða, við ætlum að prófum svona að því að það hefur verið sérlega mikið álag á Hornströndum að gríðarlega langt að fara og það er raunverulega þannig að okkar björgunarsveitarfólk þarf að taka sitt sumarfrí og fara með fjölskylduna til tenni og allt þetta. Þannig að við prófuðum í raun og veru svona smá að dýfa Stóri-Tánni í svona hálendisvaktar fyrirkomulag þar sem við værum að fara með áhafnarmeðlimi og svona létta þess á heimamönnum. Þetta er bara sama sem við gerðum með hálendisvaktina að við mætum í raun og veru aukningu í fjölda ferðamanna og bara að eyða þeirri mýtu, nei, ferðamenn hafa ekki aukið sem sagt gríðarlega mikið svona senustu 10-15 árin fjölda útkalla, það er að segja ef við tökum mannfjöldaþróun og fjölda ferðamanna að þá er sem sagt neikvætt samband milli fjölda útkalla og þessarar annar þróunar. Þannig að við svona höfum mætt í raun og veru þessari mannfjöldaþróun og fjölda ferðamanna bara með fræðslu og verkefnum eins og Safe Travel og öðru. Þannig að það er ekki, þetta er ekki súlur á leiðinni allar í norður sko. Þetta er svona hæg þróun sem að fylgir meira tíðarfari heldur en eitthvað annað. Þannig frá 1000 upp í 1800 útköll á ári að það er meira veðurtengt heldur en eitthvað þannig lagað. En varðandi svona mannfjöldaþróunin, það er alltaf Íslendingum er búið að fjölga frá aldamótunum rétt 100.000 þar bil og við erum ekki að sjá það að það sé einhver 25% aukning í fjölda útkalla þegar að þjóðin er búin að fjölga fjórðunga þá erum við ekki að sjá sambarlega þróun þar sko. En það hjálpar líka til að fjarskiptasamband hefur batnað og þegar að hægt verður að hringja í 112 í gegnum gervinetti Globalstar til dæmis, Apple sem er bara þróun sem er byrjuð erlendis að þá mun að sjálfsögðu eitthvað af fólki sem hefði ella ekki ratað heim getur óskað eftir hjálp og gefið upp nákvæma staðsetningu sko. Þannig að það er margt mjög jákvætt sem er að hjálpa okkur í þessari þróun því að ég hefði ekki viljað sjá aukningu útkalla í beinu orsakarsambandingi við fjölgun þjóðar og fleiri, hvað ætla að sé, tíföldun og fjölda ferðamanna frá aldamótum. Þannig að þá værum við í verulega vondum málum. En við höfum alltaf verið samtök sem höfum alltaf verið með hennar tvíþætta fókus, slysavarnir plus leit og björgun. Og ég held að það hafi hjálpað okkur mjög mikið í þessum málum. Það er bara að taka við. Takk fyrir þetta Guðbrandur. Þetta er kannski sem kemur líka inn á Hrafnkalli hérna inn á fjarskiptastofu. Þetta er sem varandi bara fjarskiptaöryggi. Ég hef verið að benda og tala svolítið það gegnum árið með eins og í flugumferðarþjónustunni og GPS og þetta í nútíma tækni að hún getur verið viðkvæm fyrir ákveðnum áhrifum og þeir vilja halda svolítið gamla búnaðinn sem er bara gömlu tækin frá 1960 sem að nútíma tæknin hefur ekki sama. Ég gæti bara ekki komið að, ég var svona að pæla bara það sami ekki hluta eins og hjá ykkur. Hafið þið pælt eitthvað í þessu? Auðun kom inn á með VSF-ið upp á bara, og ég veit ekki hvað Hrafnkell kom langt inn í þessu, með bara upp á áfallaþol og viðnámsrótt. Þetta er alvöru pælingar eins og inn í NATO-þinginu og annað sem að snúa þessu. Þannig að við getum ekki fullkomlega treyst nútíma tæknin fyrir ákveðnum hlutum. Það er þetta truflana, jamming, spoofing og eins og í flugleiðsögunni. Þannig að hefur þetta verið eitthvað issue hjá, fyrst erum að tala öryggismál líka? Já, ég get allan að sagt að ég á vini í Íslandi í leit og björgun, ég á vini í Finnlandi í leit og björgun, ég á vini í Noregi í leit og björgun og það er bara orðið einfallega þannig að leit og björgun á þeim slóðum og sérstaklega á ég vini upp í við Troms og þar sem er svona langleiðin í áttan af Kólaskaganum og þar er ekki lengur hægt að nota GPS og það er einfallega vegna þess að þeir eru bara með stanslaust bara scrambling og spoofing og menn eru bara komnir í gamla góða áttavitan og kortið Þannig að við fáum alveg fregnir frá okkar fólki
og okkar vinum í sambærilegum samtökum að það orðið bara mjög erfitt að nota GPS í þessum löndum og þetta alveg bara frá Hvíta-Rússlandi og alveg norður eftir sem að Rússar eru að minna sögðun myndist á, minna skugga skipin sem að poppa upp hjá þeim á AES-unu að eru þið þarna eða eru þið ekki þarna sko. Og þetta bara hluti af þeim hernaði sem í gangi. Já, Hrafnkell aftur hjá Fjarskiptastofu. Aðeins var þetta hlutverk stofnunarinnar. Við erum ráðgefandi fyrir stjórnvöld. Þess vegna var ég með ábendingar. Það er ykkar að ákveða hvernig þið vilja hafa þessa framtíð. Þetta er ráðgjöf, þetta er ekki fyrirmæli. Ég fór þessa leið varðandi ártaka tetra einfallega vegna þess að upp úr 2020 þegar þessi umræði byrjaði þá voru bæði neðalínan, þessi öryggisfjarskipti og ráðuneytin að tala í þessa átt og auk þess sem ég sé í raun og veru með alþjóðaþjóðum þróun ekki aðra svona færa meginleið. En hins vegar varðandi svona varakerfi eða það sem ég kalla hamfara fjarskiptakerfi. Sko, ég held að þetta VFF-kerfi er alveg frábærlega flott og við ætlum að hugsa um tvisvar áður að við hendum því út. Það er líka ekkert rosalega dýrt og viðmætt í kerfi í rekstri þannig að það veitir mikla varaþjónustu og það má nota það í samhengi við annað og ég látum við detta það í hug. Nú hefur verið að tengja björgunarviðstöðvar við Starlink eða ekki og ýmsa búnað. Ef við verðum með allar björgunarviðstöðvar tengdar við gervitunglakerfi, ekkert endilega Starlink, stjórnsýsluna, stjórnstöðu almannavarna, helstu fjarskiptafyrirtæki, þá verðum við í raun og veru komið með landsdekkandi fjarskiptanet byggt á gervitunglum. Þá værum við komið með varakerfi, í raun og veru hamfara fjarskiptakerfi fyrir landið sem myndi virka án rafmagns eða veri varaafl á þessum stöðum og þess vegna ef að megin fjarskiptakerfi myndi bresta út af einhverjum ástæðum, við veitum ekki hvað gerist í náttúrunni á Íslandi eða út af öðrum málum. Og ég vil meina það að þessi mynd sem ég var að reyna að draga upp áðan, hún getur alveg innifalið þetta sem framtíðar sviðsmynd, skilurðu. Og við þurfum plan B á Íslandi. Við getum ekki bara verið með plan A. Þessar sviðsmyndir sem ég hef teiknað upp varðandi framtíðarkerfið, ég myndi vilja sjá líklega sænsku leiðina, en það er bara mín skoðun. Og þá erum við með tvöfalt kerfi hvað það varðar og þá verði þá einhvers konar gervitungla regnhlíf yfir það sem ég held að veri sáralítið viðbótarkostnaður með það sem fólk er að gera og ég held að þetta með einfaldlega að hanna ákveðin arkitektúr fyrir þessi gervitungla samskipti sem aðalega geta keypt sig inn í eins og Landsbjörg og fleiri og virkir raunverulega þegar á þarf að halda og við getum bara virkja þetta ef að illa fer. Og talandi um VFF-kerfið, þetta er náttúrulega líka í bílum. Þarna erum við með færanlega fjarskiptastað með dísel og upphituðu rými og við verum algjörlega fjarskiptasambandslaust að mætti staðsetja þessa bíla á götuhornum að fyrirfram ákveðnum stöðum á landinu. Þá vorum við gervitunglakerfi sem spannaði landið og síðan bílana sem að næðu sambandi við fólkið í landinu. Það hefur verið gott að hafa þetta hérna 2019. Það er hárrétt að má kannski benda á kannski tvennt að björgunarsveitir hafa til dæmis sinnt þjónustu fyrir neyðarlínuna og eru tilbúnar að stökkva til með rafstöðvar sem hafa dreift. Þetta var verkefni sem fór í gang eftir óveðrið 2019, 9. desember 2019 og þá er það í raunlega þannig að þá er hægt að koma í raunverulega raforku eða þessa rafmagni á sendastæði sem að eru kannski dottnir út úr sambandi við svona landramagnið. Svona veitukerfin geta lent í vandræðum í óveðrum, það geta fallið niður rafmagnsstaurar og truflanir orðið á dreifingu rafmagns og þá er mjög gott að geta bara keyrt með rafstöðvar og sett í samband við sendastæði. Það var eitt mjög frábært verkefni sem að Gæslan var með lykilinn svolítið að í samvinnu við Landsbjörg og þá þetta var 2012, vorum í samhæfingarstöðinni og það var þegar Holt í Önundarfirði brann yfir út af einhverju, ég man ekki hvað það var, en allavega hvort það var elding eða eitthvað annað eða rófa ljósleiðara sem að þýddi það að megnið af Vestfjörðum voru algjörlega bara sambandslausir og það er búið að grípa til ráðstafana og móta þess aðgerð til þess að það gerist ekki aftur með þeim hætti
En á þeim tímapunkti var ljóslegra net gæslunar notað og var brúað með tetra vaffáf gáttun. Þetta pínu tæknilegt svona en í raunverulega bara var þannig að við fundum bara snúrur og innstungur til þess að setja í samband til þess að koma á fjarskiptasambandi og það var gert vegna þess að við vorum með aðila sem að vissu hvernig kerfin virkuðu, höfðu heildar yfirsýn og gátu verið lausnamiðaðir. Og þannig held ég að við séum að vinna í þessum málum sem eru fyrirliggjandi í þessar áskoranir sem við erum að horfa með norðurslóðir. Við verðum að vinna saman, við erum fá og við höfum ekki á luxus að það sé einhver eitt sem sé að fara að taka þetta. Við gerum þetta bara saman. Jæja, það er fátt eftir fyrir mig að gera en að bara þakka kærlega fyrir mig. Búið að vera frábært að vera þáttur að þessu. Ég vil þakka fyrirlesurunum fyrir frábærar kynningar, mjög áhugaverðar, fyrir meðskipuleggjendum okkar hérna hjá Varberg og Dómsmálaráðuneytinu og Landhelgisgæslunni og Háskólanum hérna á Akureyri. Og ég vil einnig, og ég vil bara núna bjóða henni Emblu Eir Oddsdóttir loka orðin. Hún Embla er yfirmaður minn og er forstjóri hérna Norðurslóðanetsins og hefur verið það síðan frá upphafi 2013 og situr einnig í nefnd vinnuhóps Norðurskautsráðsins sjálfbæra þróun. Gjörðu það svo vel. Þetta er aldeilis búin að vera fróðlegur fundur hér í dag. Ég er alveg svona, þarf örugglega að fá glærurnar lánaðar hjá einhverjum til þess að fara yfir þessi mál eitthvað betur þegar ég er komin heim í kvöld eftir móttöku. Við erum líka rosalega ánægð, eða ég vona að þið meðskipuleggjendur séu ánægð með athyglina sem að þessi viðburður hefur vakið. Og ég ætla að segja ykkur af hverju ég er svona ánægð, vegna þess að fyrir svona cirka 15-20 árum síðan þá sat ég sveitt hérna á Hrauni í Öxnadal og skrifaði heilmikinn pappír samfélagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg áhrif olíumengunar eða sem sé olíumengunarslys við Íslandsstrendur. Og það var hægt að telja á fingrum annarar handar aðilana sem höfðu einhvern áhuga á þessu málefni þá. Og það voru Sofía Guðmundsdóttir hjá PAME vinnuhópnum, Norðurskautsráðunum, Halldór Jóhannsson sem situr hérna uppi, Norðurslóðadeild utanríkisráðuneytisins, Landhelgisgæslan og Gísli Viggósson sem var þá forstjóri Siglingastofnunar, var alveg frábær náungi. En þetta hefur breyst heilmikið og meðvitundin orðin ansi mikið meiri, þó að mér þykir nú svolítið leitt hvernig alþjóðapólitíkin er að spilast í dag og það skuli vera ástæðan fyrir því að athyglin er orðin svona mikil. En sem sé, kæru gestir, bæði áheyrendur hér á staðnum og þeir sem fylgjast með streyminu. Við erum að ljúka við mjög gagnlegt og tímabært málþing leit og björgun á norðurslóðum. Ég vil byrja því að þakka öllum fyrirlesurum, þáttökendum og samstarfsaðilum, innlendum og erlendum, fyrir þeirra mikilvæga framlag, en sérstakar þakkir fær Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, fyrir að vera með okkur í dag og bara leiðilegt að hún gat ekki haldið áfram að sitja hérna með okkur. Norðurslóðirnar eru ekki bara landfræðilegt svæði, þær eru heimili fólks, vinnustaður, ferðamannastaður og framtíðar áskorun sem við deilum með nágrannaríkjum okkar. Ísland hefur sérstaka stöðu á norðurslóðum sem ábyrgur þáttakandi, traustur samstarfsaðili og land sem leggur áherslu á friðsamlega og sjálfbæra nálgun. Við vitum öll orði hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa á norðurslóðum og hversu hratt þær breytingar eiga sér stað. Hafís minnkar, nýjar siglingaleiðir opnast og umferðin eykst, skip, ferðamenn og flugumferð. Þar eru vissulega tækifæri, en líka áhættu fyrir fólk sem býr og starfar á svæðinu eða sem ferðast þar
Núverandi ástand í öryggismálum á norðurslóðum eykur svo flækjustigið enn frekar. Við sjáum vaxandi hernaðarlega spennu á svæðinu, auknar heræfingar og dýpri samvinnu milli sumra ríkja. Þetta getur haft áhrif á traust milli aðila, samhæfingu viðbragða og aðgang að björgunareiningum þegar neyðartilvik koma upp. Þrátt fyrir þetta er mikilvægt að halda fast í að leit og björgun er í eðli sínu borgaralegt verkefni, sem snýst fyrst og fremst að bjarga lífum og veita aðstoð þegar fólk lendir í vanda. Hvort sem það eru sjómenn, ferðamenn, vísindamenn eða íbúar á svæðinu. Þá er markmiðið alltaf hið sama, að tryggja öryggi mannlífs og virða mannréttindi og alþjóðlega reglur hjálp á sjó og í lofti. Góð samhæfing og traust milli aðila er hér lykillinn, jafnvel þegar spenna eykst annars staðar. Tæknin sem við höfum fjallað í dag, gervihnettir, langdrægir, drónar, háhraða, farnet og gervigreind, getur orðið öflugt tól til að gera viðbrögð hraðari og betri, en tækni ein og sér dugar ekki. Hún verður að vera þjónustumiðuð og studd af traustu samstarfi milli stofnana, björgunarsveita, háskóla og alþjóðlegra aðila. Við höfum séð dæmi hversu mikilvægt það er að geta treyst hvert á annað þegar aðstæður eru erfiðar. Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur til dæmis í áratugi sýnt hvað vel skipulagðar sjálfboðaliðasveitir geta gert. Þær eru oft fyrstar á vettvang og bera með sér þekkingu á staðbundnum aðstæðum og sterkan mannlegan þátt sem engin tækni getur komið í staðinn fyrir. Eins og ráðherra minntist á fyrr í dag á Landhelgisgæsla Íslands sérstakan stað í hjarta Íslendinga og við óskum henni til hamingju með 100 ára afmæli sitt þar sem hún hefur í heila öld verið traustur verndari sjófarenda. Hún vinnur ekki aðeins að öryggi Íslands heldur einnig að því að efla samvinnu við nágrannaríki eins og nýlega með viljayfirlýsingu við kanadísku strandgæsluna. Norðurslóðanet Íslands gegnir mikilvægu og sérstöku hlutverki sem brú og samstarfsvettvangur á norðurslóðum. Netið var stofnað árið 2013 til að stuðla að hvetja til og auðvelda samvinnu norðurslóðamál bæði innan Íslands og á alþjóðavettvangi. Við leitust við að tengja saman hagsmunaaðila svo að þekking og reynsla nýti sem best. Mikilvægur þáttur í starfi okkar er innlegg í stefnumótun og framkvæmd hennar. Má það nefna að netið hefur meðal annars verið í nánu samstarfi við utanríkisráðuneytið við gerð og framkvæmdaáætlunar stefnu Íslands í málefnum norðurslóða sem verður vonandi tekin fyrir nú á næstu vikum. Fjölmargir hagsmunaaðilar komu að þeirri vinnu, fræðimenn, opinberir aðilar og einkageirinn og meðal annarra málefna tekin sérstaklega fyrir leit og björgun og fjarskipti. Þar er ýmislegt sem er mikilvægt að styðja frekar til framkvæmda með áherslu á hagnýtar aðgerðir og að tryggja að þekking frá ólíkum aðilum nýtist í raunverulegum verkefnum. Við þurfum að tryggja áfram að rödd okkar hér heyri skýrt í alþjóðlegum umræðum öryggi, sjálfbærni og viðbúnað á norðurslóðum. Á tímum þar sem loftslagsbreytingar opna nýja leiðir, umferð eykst og áskoranir í öryggismálum vaxa, er opið og traust samstarf ómetanlegt. Norðurslóðanetið hjálpar til við að tryggja að Ísland sé ekki aðeins ábyrgur þáttakandi heldur einnig virkur og sameinandi kraftur í norðurslóðasamvinnunni. Næstu ár verða lykil ár. Við þurfum að halda áfram að fjárfesta í réttri tækni, styrkja samvinnu og tryggja nægilega fjármögnun og var í því efni gott að heyra ráðherra tala aukinn pólitískan vilja og aukið framlag til landhelgisgæslunnar og öryggisinnviða. Við vonum að Auðunn fái allar sínar óskir uppfylltar. Mikilvægast er að við gerum þetta saman með áherslu á öryggi hvers og eins sem ferðast eða býr á þessu fallega en krefjandi svæði. Ég vil að lokum þakka sérstaklega starfsfólki HA, rektor, og fyrir að taka á móti okkur í dag og Davíð, Olgu og Friðriki fyrir samstarfið undirbúning þessa viðburðar. Það var alveg sérstaklega ánægilegt samstarf. Við sjáum svo aftur núna á eftir borð í varðskipinu Þór, þar sem við getum haldið samtali okkar áfram í svona notalegra umhverfi. Takk okkur kærlega fyrir daginn.